hvítbókin kemur eftir grænbókinni og þá Segi þá fund settan í bæjarstjórn, þetta er fundur númer 3468 og fyrir okkur liggur dagskrá í 6 liðum. Fyrsta mál dagskrár gatnagerðargjöld endurskoðun, til máls tekur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þarna er verið að leggja fram breytingu á grein 5.1 í gjaldskrá gatnagerðargjalda. En í 5. grein í gjaldskrá gatnagerðargjalda eru ákvæði sem varða niðurfellingu gatnagerðargjalda og heimildir til lækkunar og hækkunar. Heimildir sem koma fram í grein 5.1 byggja á framsetningu í lögum gatnagerðargjöld nr. 153 frá árinu 2006, en það er mismunandi hvernig þessar heimildir eru settar fram hjá sveitarfélögum. En í breytingunni felst í því að bætt er við lið F þar sem að kemur fram að vegna léttra og óeinangraðra skýla í lokunarflokki B greiðist ekkert gatnagerðargjald. En þessi breyting í gjaldskrá mun einnig ná til dæmis bíl- og hjólaskýla, sorptunnuskýla og fleiri. En skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að grein 5.1 í gjaldskrá gatnagerðargjalda verði breytt til samræmis við meðfylgjandi tillögu. Takk. Það er bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen, lokið máli sínu, orðið er laust.
sem enginn hefur kvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt þessa gjaldskrárbreytingu, gatnagerðargjalda gefimerki. Það eru 11, takk fyrir það. Þá er komið að öðrum lið, breyting á deiliskipulagi Sandgerðisbótar, til máls tekur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér er lögð fram tillaga breytingu á deiliskipulagi Sandgerðisbótar sem felst í að bætt er við íbúðarhúsalóð á svæði þar sem húsið Byrgi stendur, en fyrirhugað er að rífa það hús. Á lóðinni verður heimilt að byggja allt að 4 lítil einbýlishús sem geta verið á bilinu 25 til 60 fermetrar að stærð. Stækka skipulagsmörk deiliskipulagsins til samræmis við afmörkun lóðarinnar. En skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagsbreytingin með smávægilegum lagfæringum verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Takk. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu, orðið er laust, sem enginn hefur kvatt sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt að setja þessa deiliskipulagsbreytingu í auglýsingu með lagfæringum gefimerki. Það eru 11. Takk fyrir það. Það var komið að þriðja liður á dagskrá, skammtímavistun, reglur hana, til máls tekur bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, við leggjum hér fram breytingar á reglum skammtímavistun fyrir fötluð börn. Þetta eru endurskoðaðar reglur frá árinu 2016 en nauðsynlegt var að endurskoða þessar reglur þar sem lagagrundvöllur breyttist árið 2018 með nýjum lögum þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Endurskoðun reglnanna laut að því að skerpa á forgangi barna og ungmenna að þjónustunni eins og lögin segja til um. Í reglunum frá árinu 2016 var markhópurinn bæði börn og fullorðnir en í nýju reglunum er enn gert ráð fyrir fullorðnum en þeir verða ekki í forgangi þjónustu. Skammtímadvöl er gjaldfrjáls en með nýjum lögum er heimilt fyrir rekstraraðila að fullorðnir greiði fyrir fæði og ákveðið var að nýta sér það ákvæði samanber 3. grein reglnanna. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson lokið máli sínu, orðið er laust, sem enginn hefur kvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt reglur skammtímavistun svo að liggja fyrir gefimerki. Það eru 11. 4. liður á dagskrá, starfsáætlun og stefnur eða nefnda, og það er formaður umhverfis- og mannvirkjaráðs sem tekur til máls, bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það gengur svo hratt dagskráin að ég var ekki að, var varla orðin bara viðbúinn sko, en rétt að finna hérna staðinn í skjalinu mínu. Já, ég ætla að byrja með bara örstutta yfirferð hvað sviðið er að gera. 1. janúar 2017 voru fasteignir Akureyrarbæjar og framkvæmdadeild sameinaðar í eitt svið, umhverfis- og mannvirkjasvið. Sviðinu er skipt upp í 4 deildir, það eru nýframkvæmdir, viðhald mannvirkja, umhverfismál og sorphirða og loks slökkvilið og brunavarnir. Fjöldi stöðugilda á árinu 2020 er áætlaður 105 sem er sama og var árið á undan. Þar að veru 31 hjá umhverfismiðstöð, 29 hjá slökkviliði, 20 hjá strætisvögnum og ferliþjónustu, 21 hjá skrifstofu, 3 hjá listigarði og 1 hjá leiguíbúðum. Nýframkvæmdadeildin heldur utan öll verkefni sem snúa að nýframkvæmdum sem eru eignfærð. Viðhaldsdeild heldur utan allt viðhald mannvirkja, gatna, stíga sem Akureyrarbær á og hefur í sinni umsjá. Umhverfisdeildin heldur utan öll umhverfismál og rekstur af ýmsum toga sem og sorphirðu og sorpeyðingu, dýrahald, listigarðin og fleiri verkefni sem snúa að málaflokknum. Slökkvilið, undir það fellur slökkvistarf, björgunarstarf, eldvarnir, sjúkraflutningar og almannavarnir. Svo er stoðþjónusta sem vinnur þvert á deildir. Það eru rekstrardeild, hönnun og mælingar og umhverfismiðstöð. Þá vil ég víkja að ýmsum álitamálum eða spurningum sem við stöndum frammi fyrir á umhverfis- og mannvirkjasviði.
Fyrst varðandi framkvæmdamiðstöðina, þá vil ég nefna þá hugmynd að færa rekstur á framkvæmdamiðstöð til Norðurorku, sem eins og flestir vita 98,5% í eigu Akureyrarbæjar og starfrækir rafveitu, hitaveitu, vatnsveitu, fráveitu og fleira. Fyrir þessu má færa margvísleg rök. Starfsstöð framkvæmdamiðstöðvar nú þegar á Rangárvöllum í húsnæði Norðurorku. Starfsemin keimlík að því leyti að það verið að þjónusta innviði út allan bæ og reyndar allt sveitarfélagið. Vinnuflokkar, bifreiðar, tæki og tól, upplýsingakerfi koma þarna við sögu. Norðurorka hefur mikla reynslu af rekstri kerfa með rauntíma mælingum af ástandi og ég til að við getum lært af því varðandi til dæmis snjómokstur og hálkuvarnir. Norðurorka hefur sterkt stjórnskipulag og góðan fókus á verkefnum sínum og stöðugleika í mönnun. En það alkunna að Akureyrarbær eins og önnur sveitarfélög hefur átt erfiðara uppdráttar á vinnumarkaðnum, kannski vegna þess að kraftarnir dreifast of mikið eða kannski því að það erfitt að bjóða upp á umhverfi sem hentar ólíkum hópum hvað varðar faglega starfsþróun og kjara umhverfi. Sem fyrirmynd að svona uppsetningu nefni ég Vestervík í Svíþjóð sem sveitarfélag með rúmlega 30.000 íbúa, þar af 20.000 í stærsta þéttbýlinu. Þetta sem sagt mjög svipað og Akureyri og Eyjafjarðarsvæðið. Annað nærtækt dæmi reyndar samstarf þessara sviða hjá sveitarfélaginu Skagafirði, en þar til svið sem nefnist veitu- og framkvæmdasvið og hlutverki þess lýst svo. Meginverkefni veitu- og framkvæmdasviðs yfir umsjón með nýframkvæmdum og viðhaldsverkefnum á vegum sveitarfélagsins, rekstur og viðhald veitukerfa, umhverfis- og hreinlætismál og umferðar- og samgöngumál. Ég og bæjarstjóri höfum rætt þessa hugmynd lauslega við forstjóra Norðurorku sem telur þetta alveg athugunar virði. Við munum á næstu vikum ræða þetta nánar og væntanlega setja fram mótaða tillögu nákvæmlega hvaða starfsemi myndi flytjast yfir, hvernig þetta útfært, hvort þetta leiði til hagræðingar og þá hve mikillar og hvenær það myndi gerast. Ég vil samt taka fram að sparnaður væri ekki megin markmiðið með þessu í mínum huga. Sorp- og endurvinnslumál. Önnur hugmynd sem ég vil viðra varðandi sorp- og endurvinnslu. Það hvort Akureyrarbær ætti að taka til sín eða fela Norðurorku meira af þeim málaflokki. Í dag erum við með samning við verktaka, það Terra sem áður hét Gámaþjónustan, söfnun sorps frá heimahúsum, rekstur grendarstöðva, rekstur gámaplans, rekstur móttökustöðvar að Hlíðarvöllum ofan Akureyrar og svo brottflutning og eða förgun á flokkuðum úrgangi. Akureyrarbær og Norðurorka koma að frekar litlu leyti að þessum málum eins og Það þó samstarf við fleiri sveitarfélög rekstur jarðgerðarstöðvarinnar Moltu sem ákveðið flaggskip í þessum geira hvað varðar fyrirmyndar úrvinnslu á lífrænum úrgangi. Og þá ber að nefna að Norðurorka hefur núna Orkey undir sínum væng en það söfnun og endurnýting á úrgangsolíu og svo Norðurorka að vinna metan úr gamla urðunarstaðnum á Glerárdal sem notað sem eldsneyti á bíla og það mjög gott verkefni. En miðað við hversu sterkt vægi úrgangs, flokkunar og endurnýtingar orðið á landsvísu og heimsvísu sem hluti af loftslagsumræðunni og plastmengun í höfunum og svo framvegis, þá má alveg ræða hvort Akureyrarbær ætti ekki að láta þessi mál meira til sín taka og þá gjarna í samstarfi við sveitarfélög í Eyjafirði og á Norðurlandi því að tæknilegar og nútímalegar lausnir á þessu sviði kosta mikla peninga og krefjast ákveðinnar stærðarhagkvæmni. Það höfum við nú þegar séð varðandi nútíma urðunarstaði og jarðgerð og sama gildur úrvinnslu úr plasti og gasgerð og svo ekki sé nú talað sorpbrennslu. Ég varpaði fram hvort Akureyrarbær ætti að taka til sín söfnun á sorpi og flokkuðum úrgangi frá heimilum og rekstur móttökustöðvar. Með því móti gætum við ef til vill tryggt að enn meiri metnaður og framsýni yrði varðandi flokkun og úrvinnslu og þar með minnkun á því sem fer á endanum til urðunar. Það stóra markmiðið. Þetta mætti mögulega útfæra með byggðasamlagi við Eyjafjörð og við ættum að mínum mati ekki að láta það slá okkur út af laginu þótt byggðasamlagi sorpa á höfuðborgarsvæðinu hafi mætt mótbyr á síðustu vikum og mánuðum vegna kostnaðar við nýja gas- og jarðgerðarstöð. Lærdómurinn þar virðist vera sá að kjörnir fulltrúar þurfa að setja sig vel inn í málin og að æskilegt sé að stjórnarmönnum sé ekki öllum skipt út á sama tíma þannig að samfella í þekkingu tapist.
Ég bendi líka á að það eru heilmikil tengsl á milli sorp- og endurvinnslugeirans annars vegar og svo framkvæmda- og orkugeirans hins vegar. Í sveitarfélaginu sem ég nefndi áður, Vestervík í Svíþjóð, fyrirtækið Vestervík Miljö og Energi sem eins og fyrir segir einhvers konar Norðurorka plus framkvæmdamiðstöð, en ekki nóg með það, heldur sér félagið líka sorphirðu frá heimilum og rekstur sorpbrennslu. Sorpbrennslan framleiðir rafmagn og einnig heitt vatn sem hvort tveggja svo sent út bæinn til heimila og fyrirtækja. Þannig að þessi starfsemi öll samtvinnuð. Og ég óska eftir umræðu það, annarkvort í dag eða á næstu vikum, hvort við eigum að taka til okkar meira af þessari starfsemi varðandi sorp- og endurvinnslu. Annars því við að bæta að það eru tæplega 3 ár eftir af samningi okkar við Terra, eða gámaþjónustuna, sorphirðu. Hann þó uppsegjanlegur á þessu ári. Við erum með starfandi vinnuhóp framtíðarsýn sorpmála Akureyrarbæjar og reiknum með að hann skili af sér tillögum á næstu vikum. Það hins vegar einnig í gangi á vegum Eyþings eða eins og það heitir núna eftir sameiningar SSNE og ásamt SSNVAF svipuð vinna í gangi og standa vonir okkar til að það takist að skapa sameiginlega framtíðarsýn á Norðurlandi metnaðarfullar lausnir í sorp- og endurvinnslumálum. Loks eru nýlega komnar fram tillögur umhverfisráðherra sorpmál og fleira tengt þeim og eru þær að mörgu leyti áhugaverðar. Stærsta breytingin líklega sú að lagt til að almenningi og fyrirtækjum verði skylt að flokka rusl, en nú eru það einungis vinsamleg tilmæli eins og kunnugt Eitt atriði í tillögum ráðherra svolítið áhyggjuefni fyrir okkur á Akureyri sem höfum verið að nota grendargáma með mjög góðum árangri og litlum tilkostnaði, en ráðherra leggur til að skylt verið að sækja helstu flokka úrgangs af heimilum fólks, sem þýðir þá að tilgangur með grendastöðum dálítið í uppnámi. Varðandi malbikunarstöðina vil ég síðan nefna í þriðja lagi að það þá svið sem kannski ekki lengur þungamiðja í rekstri sveitarfélagsins, rekstur malbiksframleiðslu og vinnuflokks til lagningar á malbiki. Akureyrarbær starfrækir malbiksframleiðslu á Glerárdal í stöð sem komin til ára sinna en hefur samt starfsleyfi til nokkur ára í viðbót. Það mín tillaga að við könnum fýsileika þess að leggja stöðina niður fyrr en starfsleyfi rennur út. Rökin aðalega tvíþætt, annars vegar að það starfandi hér í bæ önnur malbikunarstöð, þar malbiksframleiðsla sem nýrri og hefur sterkara bakland hvað varðar rannsóknir og framþróun. Og það liggur fyrir eftir fund sem ég og bæjarstjóri áttum með forstjóra þess félags að við getum keypt þaðan malbik á sama taxta og gildir í virku samkeppnisumhverfi á höfuðborgarsvæðinu. Hin megin röksemdin að það yrði veruleg landhreinsun á Glerárdal að losna við stöðina þaðan og hreinsa til á svæðinu. Þá myndi ekki bara verða snyrtilegra á þeirri tilteknu lóð, heldur yrði sálræna breytingin sú að víðernið innan gæsalappa og náttúruperlan á Glerárdal myndi allt í einu ná heilum kílómetra lengra norður, eða sem sagt alveg niður í Réttarhvamm, í stað þess að enda eins og nú þarna upp í miðri brekku við malbikunarstöðina. Og ég tel einnig að við eigum að hætta eigin rekstri í niðurlagningu á malbiki. Það eru hér í sveitarfélaginu nokkrir verktakar sem eru fullfærir að sinna þeirri starfsemi. Þar vil ég nefna þau rök að malbikun gerist eðli málsins samkvæmt á sumrin en þá mikið að gera í alls konar verkefnum á sama tíma og fólk á rétt á að taka sín sumarfrí og fólk að sjálfsögðu oft bundið af sumarleyfistímum skóla og leikskóla og svo framvegis. Til að tryggja samfellu í verkefnum bæjarstarfsmanna yfir árið meira virði að halda í vetrarverkefni, vinnuflokka og útivinnufólks sem eru eðli málsins samkvæmt fábrotnari. Og varðandi strætisvagna, nú hafin vinna við endurskoðun á leiðakerfi strætisvagna og markmið meðal annars að fjölga farþegum, draga úr notkun einkabílsins og að auka ánægju notenda. Bæði verður leitað til sérfræðinga og notenda. Þegar ég las þetta aftur þá hugsaði með mér að notendur auðvitað líka sérfræðingar en svo erum við að tala svona sérfræðinga að sunnan sem eru vanir að skipuleggja strætókerfi. Og við ætlum að hafa náið samráð við íbúa á Akureyri við þessa vinnu og það verður kannski ákveðið pröfuverkefni varðandi íbúa samráð og gott samstarf þar. Ég persónulega tel mikilvægt að kanna möguleika á að gera leiðakerfið beinskeyttara og að kanna hvort aðal skiptistöð ætti hugsanlega að vera nær Glerártorgi eða á gamla tjaldstæði við Þingvallastræti sem væri þá nálægt til dæmis framhaldsskólunum og sjúkrahúsinu. Ef við gætum búið til kerfi með 30 mínútna lykkjum
En lykillinn að því að skiptistöð sé miðsvæðis, sem miðbærinn ekki. Þá getum við stytt ferðatíma fyrir fólk, aukið tíðni og jafnvel líka komist að með færri vagna. Og það ekki nóg með að miðbærinn sé alls ekki miðsvæðis eins og ég nefndi, heldur hann líka frekar illa tengdur við flest hinn fjölmennari íbúakverfi. Það löng vegalengd frá miðbænum og suður í Nausta- og Hagahverfi og líka löng vegalengd norður í Síðu- og Giljahverfi. Og þó að vegalengdin sé svo sem ekki löng frá miðbænum upp í Gerða- og Lundahverfi, þá Kaupvangsstræti talsverð hindrun því að það svo bratt. En ef það yrði skiptistöð strætó við gamla tjaldstæðið í Þórunnarstræti, þá mætti hugsa sér að tengja þá stöð við miðbæinn með minni vagni, búnum fjórhjóladrifi, sem að gengi upp og niður gilið, jafnvel á 15 mínútna fresti. En þetta kemur allt í ljós þegar vinnan hefst fyrir alvöru. Varðandi kostnað við uppbyggingu og rekstur gatna, þá hann mjög verulegur eins og við vitum. Og í rekstrinum felst til dæmis endurmalbikun, snjómokstur, hálkuvarnir, þvottur, málun, viðhald á umferðarljósum og svo framvegis. Gatnakerfið okkar á Akureyri er 150 km á lengd eða 1 milljón fermetra af flatarmáli og 85% af því á forræði Akureyrarbæjar en tæp 15% hjá ríkinu. Allar tekjur hins opinbera bílum lenda hins vegar hjá ríkinu, það kemur ekki króna til sveitarfélagana. Og þar má nefna tolla og virðisaukaskatt af nýjum bifreiðum, bensíngjald og virðisaukaskatt á eldsneyti, bifreiðagjald sem innheimt árlega af ökutækjum. Akureyrarbær fær vissulega gatnagerðargjald í upphafi þegar lóð úthlutað og nægir það einhverju leyti fyrir stofnkostnaði við göturnar. Árlegur fasteignaskattur hins vegar ekki hugsaður vegna kostnaður við rekstur gatna heldur við bæjarkerfið í heild. Og ég hef spurt að því hvort okkur væri heimilt að leggja á sem viðbótar fasteignaskatt, einhvers konar gatnarekstrargjald, en mér sagt að svo sé ekki. Dreifbýli sveitarfélög eins og til dæmis Eyjafjarðarsveit eða Hörgársveit eru með þveröfuga stöðu, eru kannski sjálf með frekar 15 eða 20% af sínu vegakerfi en ekki 80% í eigin rekstri. Og ég spyr, þetta eðlilegt? En menn getur kannski sagt að það eru fyrst og fremst akureyringar sem eru að keyra götur Akureyrar og bara mátulegt á okkur að borga þetta allt sjálf. Og kann að vera rétt, en sama má þá kannski segja Eyjafjarðarsveit. Sennilega eru fyrst og fremst Eyfirðingar að keyra þá vegi því að það eru sárafáir sem eiga leið í gegnum Eyjafjarðarsveit, því að það tekur ekkert við þar sunnan við. Þetta þá kannski leiðir mig til þeirra niðurstöðu að spyrja hvort að vegagerðin ætti kannski að reka alla vegi á landinu eða, sem var annar möguleiki, að með stórfelldri sameiningu sveitarfélaga þá getur þau orðið nógu burðug til að taka að sér rekstur og viðhald allra vega á sínu svæði. Þetta málefni eitt af mörgum sem við ættum að ræða á vettvangi samband sveitarfélaga og varðar að sjálfsögðu þessa stærri togstreitu við ríkið skiptingu verkefna og tekjustofna. Þétting byggðar. Í framhaldi af þessari umfjöllun leiðakerfi strætó og kostnað við rekstur á gatnakerfinu, þá langar mig að ræða aðeins þéttingu byggðar. Ég tel að það sé eitt af okkar stærstu hagsmunamálum og vil nefna fyrir því ferns konar veigamiklar ástæður. Fyrsta, rekstur strætókerfisins verður miklu markvissari og hagkvæmari eftir því sem byggðin þéttari. Það kostar okkur það bil 40 milljónir á ári að bæta við einni leið inn í strætókerfið. Númer 2, þéttari byggð þýðir umfangsminna gatnakerfi og þar með minni stofn- og rekstrakostnað á götum. Númer 3, leiðir fólks verða að jafnaði styttri og þar með verður auðveldara að velja umhverfisvæna ferðamáta eins og að ganga eða hjóla. Og númer 4, styttri leiðir leiða líka til minni mengunar vegna útblásturs bíla, minni kostnaðar við eldsneyti, minna dekkjaslits, minna svifryks og svo framvegis. Þannig að ef við leggjum þessar röksemdir allar saman þá má sjá að þétting byggðar ekki bara ódýrari og praktískari leið fyrir okkur til framtíðar, heldur þetta mjög stórt umhverfismál. Aðeins varandi slökkvilið. Slökkvilið Akureyrar rekur eldvarnareftirlit, slökkvilið og björgunarþjónustu samkvæmt lögum. Starfsvæði nær yfir 4 sveitarfélög, Akureyrarbær, Hrísey, Grímsey, Eyjafjarðarsveit, Hörgárssveit og Svalbarðsstrandarhrepp. Og á síðasta ári
voru farin á vegum slökkviliðsins 848 sjúkraflug og sjúkraflutningar með bílum voru 2508 talsins, þannig að þetta er stór hluti í starfsemi slökkviliðsins. Þessu hvoru tveggja fækkaði örlítið á síðasta ári, það er að segja sjúkraflutningum með flugi og bílum. Hins vegar voru útköll á dælubíl 137 talsins sem er meira heldur en verið hefur undanfarin ár og þetta hefur verið vaxandi. Stærsta verkefni slökkviliðsins á þessu og næsta ári er kaup á nýjum körfubíl sem við áætlum að muni kosta tæplega 100 milljónir króna og við erum þar í samfloti með fleiri sveitarfélögum. Umhverfismál, Akureyrarbær stendur framarlega í umhverfismálum og við viljum gera enn betur. Umhverfis- og samgöngustefna Akureyrar er mikilvægt stjórntæki í þeirri vinnu og það þarf að huga að framfylgd hennar og endurskoðun. Við héldum í ráðinu 3 fundi í fyrravetur þar sem var farið yfir allar greinar áætlunarinnar og það ræddar fram og aftur og einnig á 3. fundinum rættu mögulegar viðbætur eða ný efni sem að gæti átt erindi inn í stefnuna. Þegar hins vegar vegna fæðingarorlofs þá fórst fyrir að ljúka þessari formlegu endurskoðun og þá þurfum að vinna því á næstu vikum og mánuðum að gera það núna fyrir vorið. Mikil umræða varð svifryk og hálkuvarnir á Akureyri síðastliðið haust. Þá hafði svifryk farið það bil 20 sinnum yfir heilsuverndarmörk á árinu og heilbrigðisnefnd sendi frá sér ályktun þar sem meðal annars var lagt til að aukin áhersla yrði á notkun á salti til hálkuvarna. Ekkert varð af því en salt og sjór voru hins vegar notuð til að binda ryk á götum. Það tókst misjafnlega, stundum gekk það vel en í einum hlýindakafla myndaðist mikil leðja á götunum sem virtist stafa af því að saltið leysti upp óhreinindi sem voru á götunum og jafnvel leysti upp að einhverju leyti malbikið sjálft. Lærdómurinn af þessu var margvíslegur, meðal annars þessi: við þurfum að þrífa göturnar betur, nota vandaðan sand eða mulning til hálkuvarna og nota hann sparlega. Forðast að bera sjó á mjög óhreinar götur, rannsaka betur hver er uppruni óhreinindana á götunum, þar á meðal hvaða þessu kemur annar staðar frá. Verkfræðistofan Efla þessa dagana að sækja styrk til að vinna svona rannsókn hérna á Akureyri sem gæti orðið mjög gagnleg fyrir okkur án þess að valda okkur teljandi útgjöldum. Stefnt er á að loka tjaldstæðinu við Þórunnarstræti eftir sumarið 2020 eins og hefur áður komið fram, enda er aðstaða þar mjög takmörkuð og vilji skátahreyfingarinnar að einbeita sér að rekstri á einum stað. Þessi reitur er hins vegar mjög áhugaverður fyrir uppbyggingu þjónustustarfsemi eða íbúðabyggðar. Rekstur Kjarnaskógar, Naustaborga og Eyrarlandsháls er í höndum Skógræktarfélags Eyfirðinga og samningur þetta var endurnýjaður núna áramótin. Eitt af stóru umhverfisvænu verkefnum Akureyrarbæjar er Molta sem var stofnuð árið 2007. Molta tekur við lífrænum úrgangi og framleiðir jarðvegsbæti með miklum umhverfisávinningi. Félagið er að stíga framfara skref núna í vetur því að á næstu vikum verður sett upp vél sem getur skilið plast frá lífrænum úrgangi og myndast á tækifæri til að taka á móti útrunnum matvælum frá stórmörkuðum eða þá skemmdum eða rangt merktum matvælum frá matvælavinnslu. Þetta er talsvert magn á hverju ári sem fram að þessu hefur yfirleitt farið til urðunar og það er ekki vegna þess að gjaldskrá Moltu hafi verið fráhrindandi að okkar mati, heldur að því að fyrirtækin telja sig hafa takmarkaðan tíma og aðstöðu til að vinna rétt úr þessu, sem sagt að flokka þess undir mat og umbúðir, inni á gólfi hjá sér. Loksins varðandi Moltuna vil ég nefna að hún er að sjálfsögðu fyrirtaks jarðvegsbætur og fæst endurgjaldslaust og ég hvet alla til að nýta sér það. Rekstur fasteigna, tekjur þess viðs vegna reiknara leigu á fasteignum eru áætlaðar 3.592 milljónir á þessu ári og rekstrar afgangur er áætlaður talsverður að 619 milljónir króna. Það er eitthvað svipað og verið hefur, þetta er nokkuð há tala og auðvitað má alveg ræða þá pólitík hvort að það sé rétt að fasteignir séu að pína skóla og aðra stofnanir með leigu sem að gerir meir en að duga fyrir kostnaði, svona yfir árið að minnsta kosti. Viðhaldsmál. Viðhaldsáætlun ársins 2020 hjá Umhverfis- og mannvirkjaráði gerir ráð fyrir 500 milljónum í viðhald á fasteignum. Fastur og ófyrirséður kostnaður í viðhaldi fasteigna er 40% af áætluðu fjármagni en 60% má ætla að geti farið til skipulagðra verkefna og endurbóta.
Stærstu flokkar í viðhaldi eru íþróttamannvirki með 143 milljónir, skólar 105, öldrunarstofnanir 71 miljón, leikskólar 59 milljónir. Og örfá dæmi verkefni: leikskólinn Iðavellir endurnýja timburgirðingu fyrir 10 milljónir, Hof menningarhús endurnýja neyðarlýsingu fyrir 9 milljónir, Víðilundur kjallari, þáttaka í Dreni 5 milljónir. Þetta ekkert allt rosa spennandi verkefni en svona sumt af þessu hluti sem bara þarf að gera. Akureyrarbær rekur það bil 340 félagslegar leiguíbúðir og ef að líkum lætur munu nýir leigjendur koma í 40 til 50 íbúðir á árinu og reynslan segir okkur að þá þarf að gera minniháttar lagfæringar bara vegna leigendaskipta sem að muni nema samtals 28 milljónum, þannig að það safnast þeirra saman kemur líka. Við hófum á síðasta ári heildstæða athugun á ástandi skóla og leikskóla í sveitarfélaginu með tilliti til rakaskemmda og mögulegra vandamála af þeim orsökum, einkum hvort heilsuspillandi aðstæður kynnu í einhverjum tilvikum að hafa skapast. Nákvæm athugun var gerð á Brekkuskóla og Oddeyrarskóla og reyndist þörf á úrbótum á nokkrum stöðum og af margvíslegum ástæðum. Þeim úrbótum núna lokið og á þessu ári ætlunin að gera eitthvað svipaða athugun á Lundarskóla þar sem að hefur orðið vart við leka síðast núna í vetur. Nýframkvæmdir. Framkvæmdakostnaður á árinu 2020 samkvæmt framkvæmda yfirliti áætlaður 1293 milljónir í aðalsjóði og í A-hluta samtals 2117 milljónir. Mismunurinn fyrst og fremst eignasjóður gatna. Langar mig að reifa aðeins nokkrar einstakar framkvæmdir. Göngu- og reiðstígur yfir Eyjafjarðará. Isavia hefur lokið við að setja upp nýjan aðflugsbúnað við Akureyrarflugvöll sem mun vonandi auka öryggi og glæða áhuga á millilandaflugi til og frá Akureyri. Sá böggull fylgir skammrifi að leiðin brúna yfir vestustu kvísl Eyjafjarðarár lokast. Akureyrarbær hefur hafið byggingu nýrrar brúar á móts við suðurenda flugbrautar og verður lagður stígur frá henni og norðaustur að núverandi brú á miðkvísl árinnar. Þetta verður 60 metra löng stálbitabrú, 3 metra breið með traustum handriðum, 3 höf og timburgólf, 10 metra löng malarfyllingu í hvorn enda. Nýjasta kostnaðaráætlun 168 milljónir. Við gerum ráð fyrir að Vegagerðin muni greiða 40 milljónir af þessum heildarkostnaði og Landsnet 47 milljónir vegna samlegðaráhrifa við lagningu háspennustrengs undir ána sem hluti af Hólasandslínu 3. Ætlunin var að nýja brúin yrði komin upp í lok apríl en það ekki útlit fyrir að það muni nást og þá verður menn að sjá til hvort að fresta framkvæmdum fram á haust eða teygja sig inn í varptíma fugla og göngutíma fiska. Það verður svona álitamál hvernig verður best að ljúka þessu. Til framtíðar það svo óleyst verkefni að gera upp brýr á miðkvísl og austustu kvísl sem mun kosta 20 milljóna en á miðbrúnni mætast sveitarfélögin Akureyrarbær og Eyjafjarðarsveit. Leikskólinn Klappir við Glerárskóla. Núna hefur verið í undirbúningi í nokkur ár bygging á Klöppum, nýjum leikskóla fyrir 145 börn við Glerárskóla. Skipulagsvinnu og hönnun lokið og gert ráð fyrir að hægt verið að bjóða bygginguna út núna í febrúar og það að fara í gang og það ráðgert að tilboð verði opnuð 11. mars. Á fjárhagsáætlun þessa árs 570 milljónir vegna framkvæmdarinnar og svo 400 milljónir á næsta ári. Markmiðið að leikskólinn verði tilbúinn haustið 2021 og það ljóst að það metnaðarfull áætlun. Frekari framkvæmdir yfir leikskóla það að segja að síðasta haust var birt niðurstaða af vinnu brúum bilið hópsins eins og hann var kallaður, þar sem settar upp ýmsar sviðsmyndir þörf fyrir leikskólapláss eftir því hvort eða hve mikið börnum á leikskóla aldrei fjölgar í bænum. Í öllum tilvikum gert ráð fyrir að hægt verði að bjóða 12 mánaða börnum úrræði annaðhvort í leikskóla eða hjá dagforeldri. Þörf fyrir nýframkvæmdir yfir leikskóla á næstu árum mun ráðast af mörgu, til dæmis fjölgun íbúa, nú eða fækkun eins og við horfum upp á í nýjustu tölum sem að reyndar ná bara yfir 2 mánuði. Og svo hversu hratt við viljum úrelda eða endurbæta eldra leikskólahúsnæði og hvort við viljum byggja frá grunni leikskóla í staðinn fyrir það leiguhúsnæði sem við erum að nota og þá vísa ég til Króabóls í Glerárkirkju og svo Tröllaborga hjá Félagsstofnun stúdenta. Varðandi þessar mismunandi lausnir þá ágætt að hafa í huga að nýbygging eins og Klappir við Glerárskóla kostar það bil 660.000 krónur á fermetra
í stofnkostnaði. En gagngerar endurbætur eins og voru gerðar á B-álmu Glerárskóla kosta tæpan helming af því, það er að segja 300.000 á fermetra. Og svo þessi valkostur með leigu, þá kostar það sjálfsögðu einhverja aðlögun í upphafi þegar húsnæði tekið á leigu fyrir leikskóla en ekki risavaxna fjárhæð en svo þetta þarf að borga mánaðarlega leigu til þá þriðja aðila. Glerárskóli, B- og D-álma. Lokið var við heildarendurnýjun á B-álmu Glerárskóla á síðasta ári þar sem þakklæðning, allir milliveggi, lofta- og gólfklæðningar voru endurnýjaðar ásamt raf- og pípulögnum og loftræsikerfi. Uppbyggingin var samkvæmt nýrri hönnun sem hefur verið unnin í samráði við skólastjórnendur og uppfyllir allar kröfur brunavörnir, hljóðvist og loftgæði. Einnig voru öll tæknimál uppfærð og meðal annars sett upp hljóðkerfi í kennslustofurnar og ljósastýring og öryggiskerfi. Kostnaður við framkvæmdina sjálfa var 232 milljónir og auk þess var keyptur búnaður fyrir 26 milljónir. Sambærileg endurnýjun verður unnin á D-álmu Glerárskóla á þessu ári og svo A-álmu líklega 2 árum síðar. En eftir 1,5 ár getum við vonandi skotið inn á milli einni álmu í Lundarskóla. Félagslegt húsnæði, það stóð til að breyta húsi við Spítalaveg 11 eða Tónatröð þannig að þar yrðu 2 leiguíbúðir. Kostnaður var áætlaður 30 milljónir samtals en þetta verkefni er núna komið í biðstöðu. Verið að leita að kannski vænlegri kostum. Þá er til skoðunar að kaupa húsið Glerárholt en í því eru 2 íbúðir og er staðsetningin talin heppileg. Samanlagður kostnaður við kaup og endurbætur á Glerárholti er áætlaður 65 milljónir. Nökkvi þjónustuhús. Uppbyggingarsamningur var gerður á milli Akureyrarbæjar og Siglingaklúbbsins Nökkva árið 2014. Samningurinn tók til uppbyggingar og framkvæmda á félagssvæði Nökkva við Drottningarbraut á Akureyri og gerði ráð fyrir einföldu bátaskýli. Fjárhæð samningsins var 75 milljónir króna. Og það hefur verið keyptur ýmis búnaður til Nökkva á grundvelli þess samnings. Ákveðið var að stefna á að byggja veglegra hús enda ljóst að þetta hús verður mjög áberandi í bæjarmyndinni. En þá var einnig komið á daginn að undirbúningur lóðarinnar til að hindra sig með svo þunga byggingu myndi kosta 20 milljóna króna og kostnaðaráætlun var komin í 350 milljónir. En nú er verið að kanna möguleika á að einfalda húsið, það er bæði minnka það og gera það léttara efni, minni jarðvegsfyllingar og þar með líka ódýrara og eru 150 milljónir fyrir hendi á fjárfestingaáætlun þessa árs og næsta til verkefnisins. Og við vonumst til að fá í næstu viku nýjar teikningar ásamt kostnaðaráætlun fyrir þetta verkefni. Skautahöll félagsaðstaða, þar erum við með 10 milljónir króna á þessu ári og svo 110 milljónir á næsta ári til að ljúka við það verkefni. Klettaborg 43, framkvæmdir eru langt komnar þar við 6 íbúða kjarna fyrir fólk sem hefur þörf fyrir aðstoð á heimili sínu. Heildarkostnaður var áætlaður 300 milljónir og það er útlit fyrir að það muni standast nokkuð vel. Og það er stemt á að íbúar geti flutt inn í júní næstkomandi. Ný brú yfir Glerá sunnan Rangárvalla. Landsnet mun leggja hina nýju Hólasandslínu í Strengjabrú yfir Glerá sunnan Rangárvalla. Þarna eru þess ekki að tala Eyjafjarðará, heldur Glerá upp á brekkunni á móts við Rangárvelli. Og það mun einnig koma Rariklína í sömu brú. Og það er ráðgert að þetta verði einnig reiðbrú enda verði viðbótar kostnaður til að svo megi verða ekki verulegur og það lítur út fyrir það þó að sé ekki búið að fá tilboð í verkið. Það styttist í það samt. Þetta gefur færi á nýrri reiðleið á milli hesthúsahverfanna og verður hin nýja leið bæði styttri og með minni hæðarmun þannig að reiðhöllin mun nýtast betur þeim sem eru með aðstöðu í syðra hverfinu. Á móti kemur að núverandi reiðbrú á móts við vegagerðina mun nýtast gangandi og hjólandi fólki í staðinn. Þá hef ég lokið þessari yfirferð. Takk kærlega. Það er bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það nú varpað fram hérna nokkrum spurningum hugsanlegar breytingar á svona rekstri og framkvæmdum hjá bænum og óska eftir viðbrögðum og ég hugsa mér að
fara stuttlega yfir mín viðbrögð við því og ég ætla þá bara að byrja á því sem var rætt að færa framkvæmda viðstæðina til Norðurorku, að þá svona myndi ég allan að vilja sjá dálítið góða röksemdir fyrir því og ég skil ekki alveg ef að tilgangurinn ekki sparnaður. En þá velti ég fyrir mér, af því að það kom líka kannski fram í máli bæjarfulltrúa og andra, að það væri út af því að eitthvað tengt launakjörum starfsfólks, sem þá kannski einmitt þetta að sveitarfélög hafa auðvitað gert kjarasamninga lág laun, sem þá kannski of lág laun til þess að fólk vilji vinna hjá sveitarfélögurum og það kannski eins og ég skilda nú kannski eina stóru ástæðan fyrir þessi hugmynd kemur fram en ég held að við ættum kannski að hugsa til þá fleiri stétta í því samhengi heldur en að vera að færa einhverjar afmarkaðar, ég ætla bara að segja það, kallastéttir út úr kerfinu til þess að geta hækkað launin við þá. Þannig að ég myndi vilja sjá bara mjög góð rök fyrir þessu. Ég ekki að segja að þetta sé fáránleg hugmynd en ég myndi allavega vilja sjá það mjög vel rökstutt. Og varðandi malbiksframleiðsluna þá einmitt hef ég enga svona faglega forsendur til þess að taka kannski beint afstöðu því, en ég ímynda mér að það snúist nú kostnað og sparnað fyrst og fremst og það ætti þá bara að vera mjög auðvelt að sjá hvað það hefur kostað okkur, þetta malbik sem við höfum lagt hingað til og hvað það myndi hafa kostað okkur hefði við keypt annars staðar. Ég ímynda mér að það sé svona tiltölulega auðvelt að reikna þetta út. Varðandi sorpmálin og þá þjónustu, þá held ég að það væri mjög skynsamlegt að Akureyrarbær ætti í það minnsta gámasvæði og ræki það og geti þá boðið út svona aðra hluta þessar þjónustu sem snýr að því að sækja sorp. Við erum auðvitað í ákveðinni klemmu núna með að hafa boðið út alla rekstur og rekstur gámasvæðis og í þeim samningi fékk þá sá sem að þá fékk samningin tækifæri til þess að byggja upp vinnusvæði og sem þá núna í eigu þeirra aðila og erfitt fyrir aðra aðila að koma inn í þau útboð. Þannig að þetta er klemma sem að við komum okkur ekki sjálf í kannski persónurnar sem sitjum hér, en við þurfum að leysa úr því. Ég veit ekkert alveg hvort að Vesturvík sambærilegt. Þetta bara mjög gott að líta til þess hvernig verið að gera hlutina annars staðar. Ég veit ekki alveg hvernig verður með sorpbrennslu hér á landi, hvort það verður eina eða fleiri og hvort það verður það hér á Akureyri, ég ekki alveg viss. Eða hvort að við höfum einfaldlega betri kosti til upphitunar heldur en sorpbrennslu, þannig að það bara stórt mál sem að þarf að skoða. Og ég ætla aðeins að segja með tillögur ráðherra sem var komið inn á sorpþjónustu að mér finnst mjög gott mál að það auðvitað bara eigi allir að flokka. En ég veit ekki alveg með þess að eins og bæjarfulltrúi Andri kom inn á þetta með að við ættum þá að fara að hætta að vera með grenndargámakerfi og fara að sækja allt heim, af því að í mínum huga þá bara mjög mikilvægt í þessari hugmyndafræði umhverfis- og loftslagsmála sem að gengur út á að minnka sorp og minnka okkar fótspor hér á jörð. Það er auðvitað lykilatriði að minnka neyslu og hluti af því hlýtur að vera að fólk þurfi að ganga frá eftir sig, það er að segja að það þurfi sjálft að losa sig við það rusl sem að það getur haft fyrir því að koma heim til sín og allavega væri það eðlilegt að það væri valkvætt, þannig að fólk greiddi þá bara sérstaklega fyrir þá þjónustu að fá sótt sorp heim til sín og en gæti líka verið boðið upp á hagkvæmar og betri leiðir. Varðandi skiptistöð og strætókerfi þá hugnast mér það mjög vel að skiptistöðin sé miðsvæðis og sé þá bara á forsendum leiðakerfisins og sé einmitt ekki á þeim forsendum að halda upp einhverju stemmingu í miðbænum, bara vegna þess að þetta bara það mikilvæg þjónusta fyrir það fólk sem hana vill nota
hún má ekki vera á forsendum einhverja rekstraraðila á afmörkuðu svæði. Þannig og hvort sem það á þessu svæði sem að bæjarfulltrúi Andri nefndi eða öðrum, það hlýtur að koma í ljós bara við endurskoðun kerfisins og úr þessu samráði sem verður þá haft við íbúa og notendur kerfisins og sem verður bara mjög gleðilegt að við skulum fara þá leið og líka mjög gleðilegt að við skulum fá að fylgja í raun og veru eftir, má segja, verkefni sem að búið að vera að vinna og í vinnslu hjá Strætó BSI Reykjavík og njóta þess að þar sé nýbúið að fara í mjög mikið samráð og breytingu á leiðakerfi, þannig að við getum nýtt þá reynslu og hugsanlega svona þá þekkingu líka sem að þar hefur verið til. En ég ætla nú að segja og bæjarfulltrúi Andri kom nú inn á að það væri verið að fara yfir og endurskoða aðgerðaáætlun í umhverfis- og samgöngumálum og ég veit ekki hvort ég þetta eru auðvitað drög sem ég búin að lesa en það rakki augun í það að búið sé að færa áætluð uppbygging samgöngumiðstöðvar aftur til 2022. Það fannst mér leiðilegt að sjá en auðvitað hlýtur sú uppbygging að þurfa að haldast í hendur við það að við breytum leiðakerfinu. En þetta auðvitað eitthvað sem við munum taka til umræðu og ég vil bara segja að mér finnst bara lélegt að þessi aðgerðaáætlun hafi einhvern veginn aldrei komið til almennilegrar umræðu og yfirferðar heldur sé búin að velkjast inn í umhverfis- og mannvirkjaráði og sviði allan þennan tíma og eftir því sem ég best sá hafandi lesið þau gögn sem að þar hafa verið til kynningar og umræðu að þá lítið breyting nema bara það að vera að færa öll ártölin aftar. Það var rosa mikið sem átti að gerast árið 2017, við samþykktum þessa aðgerðaáætlun 2016 og mikið sem átti að gera 2017 og einstaka verkefni 2018 og 2019 og einhvern veginn virðist eins og það sé helstu að vinna með að fresta aðgerðin og það finnst mér ótrúlega sorglegt en við munum við ræða það kannski betur þegar það kemur að því að við fáum þessa aðgerðaáætlun til umræðu hér í bæjarstjórn og ég er mjög pirruð við því, svo það sé bara sagt að við séum ekki að ræða hana meira af því að þessi umræða sem við erum að eiga í dag snýst óbærslega mikið bara einhvern veginn rekstur og fjárfestingar og við gerðum það breytingar fyrir örfáum árum að leggja niður umhverfisnefnd og færa inni á í sameiningu þar sem var þá fasteignir og framkvæmda sviðið eða eitthvað svoleiðis og ég get alveg sagt að ég hafði ákveðnar efasemdir en ég hafði líka ákveðnar vonir það að með þessu myndi við taka umhverfismálin fastari tökum. Þau eru komin lengra inn í kerfið og orðin svona einhvern veginn meiri hluti af batteríinu en það virðist vera að valda vonbrigðum verð ég að segja og mér finnst bara alls ekki nógu mikil áhersla á umhverfismálin, málana nema einhvern veginn sem þá einhverja vangaveltur og ég var nú að rifja upp daginn að og nú glemdi ég bara að skrifa það hjá mér og nefndi síðan ekki að finna það aftur en einhvern tíðan fyrir svona allavega ári síðan eða líklega það bil ári síðan þá lagði ég fram einhverja tillögu að við myndum setja okkur að bæjarstjórn myndi setja fyrir Akureyrarbæ markmið í kolefnislosun því við erum með eitthvað markmið sem að ná kolefnishlutleysi en við erum ekki með nein svona tímasett eða raunverulega áfanga á því og hér var það bara samþykkt einróma við myndum bara fara í það að setja okkur svona tölusett markmið og það bara hefur einhvern veginn bara gufað upp. Þannig að ég lýsi eftir þeirri vinnu. Varðandi og samgöngumiðstöðina þá held ég bara svona hnykkja á því hvað mikilvægt að gera ráð fyrir að landsbyggðarstrætó sé á sama stað. Varðandi þéttingu byggðar þá get ég alveg sé kostina við það en það nú bara þannig að í mínum huga þá skiptir meira og fleira máli heldur en hagkvæmni og rekstrarafgangur ef svo má segja
Við þurfum auðvitað að hugsa hvernig okkur líður, hvernig fólki líður og hvað kosti það hefur að búa á stað eins og Akureyri frekar heldur en stað eins og Berlín. Þetta er bara annað og það er fullt af fólki sem hefur valið að búa hérna út af dreifðu byggðinni má segja, en auðvitað eru þessi rök og auðvitað sérstaklega snerta þessi umhverfisrök. En ef þetta er einhver svona gírun inn í umræðinu að það þurfa að koma háhýsinir á Oddeyri, þá er það eitthvað sem er bara of hagkvæmt fyrir minn smekk fyrir of fáa. Svo ég segi það bara, og ég vil líka bara segja að það er þessi rosalegi kostnaður sem felst bara í þessari miklu notkun einkabílsins og þessari miklu þjónustu við hann og það þarf bara að tala um það og það eru óbærslega kröfur og svona mikil ástríða varðandi bílnotkun en sem betur fer þá nú að koma upp fólk sem hefur hærra líka varðandi aðrar leiðir til að ferðast og við horfandi í kostnaðinn eigum auðvitað að fara miklu meira í þá átt að skoða það. Og ég ætla að vitna í góðan félaga minn sem segir alltaf að mottóið í hönnun mannvirkja fyrir hjólandi og gangandi virðist vera legðu lykkju á leið þína og ég vona að þar séum við nú að læra að gera betur á meðan að það allt er hannað út frá bílnum að þá verður þetta stundum afleiðingin og við þurfum að fara að breyta þessu. Framkvæmdina Nökkva þá vil ég bara segja að ég tel að það sé mjög mikilvægt að þar verði aðstaða til sjósunds og ég hef einhverja svona, hef heyrt utan að mér að það sé hugsanlega dottið upp fyrir en það held ég að sé mikilvægt að því við þurfum auðvitað að reyna að gera mannvirkin okkar þannig að þau nýtist sem flestum og í svona getur rúma sem breiðasta starfsemi án þess að blása of mikið út. Og svo langaði mig að spyrja varðandi að því að þú veist það er svona við erum auðvitað alltaf í uppbyggingu, það er rosa mikið gert og svo tölum við líka loftgæði og alls konar sem þarf að passa. Mér langar að spyrja hvers vegna tekin ákvörðun að nýji leikskólinn Klappi væri ekki vottuð vistbygging. Ég veit að það var lagt til og þrýst á það, en augljóslega held ég að það sé bara ekki og mér langar bara að heyra á hvaða forsendum svo ákvörðun er. Og svo langar mig til að spyrja bara, því við erum að tala svo mikið nýframkvæmdir og hvert er raun og veru samhengið milli veltufjár frá rekstri í rekstri bæjarins, því nú erum við rosa mikið að spá í hvernig við getum gert hlutina hagkvæmari og hvernig við getum dregið úr kostnaði af því að tekjur bæjarins eins og bæjarfulltrúi Andri komið inn á eru bara takmarkaðar og erfitt að víkka út. Og en mér finnst samt eins og við séum ekki að horfa á samhengi milli uppbyggingar og þess fjár sem raunverulega til stendur út af þegar reksturinn hefur verið gerður upp sem ætti þá að duga til þess að standa undir uppbyggingu. Þannig að mér finnst bara hvernig, þú veist, þegar við erum að taka ákvarðanir, þegar við erum að taka ákvarðanir fjármagn til uppbygginga á nýjum húsum, hvernig er það sett í samhengi við rekstur bæjarins? En það var ekki fleira frá mér í bili. Það er bæjarfulltrúi Sóli Björk Stefánsdóttir loki máli sínu. Næst til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég byrjaði að þakka bæjarfulltrúa Andra Teitssyni fyrir þessa ræðu sem að sjálfsögðu mjög yfirgripsmikil og tæpt á mörgu en alls ekki öllu.
enda kannski alveg vitamálalaust að gera það þegar svona víða mikinn málaflokk er ræða. En það er varpað hérna fram kannski nokkrum spurningum sem er bara ágætt að velta upp og pæla í, og þetta með það að færa framkvæmdamiðstöðin undir Norðurorku er alveg þess virði að skoða það. Hins vegar sér maður engan tilgang í því í sjálfu sér nema að það sé þá gert til þess að auka skilvirknina í þessum rekstri og að þetta sé með einhverju móti hagkvæmara fyrir bæinn að gera þetta með þessum hætti. Og þá getur maður líka veltið fyrir sér að hverju að færa þessi starfsemi undir einka eða hlutafélag sem er í eigu sveitarfélagsins að langmestu leyti. Af hverju þá ekki bara bjóða þetta út, eða ætti Norðurorka þá, og hefur Norðurorka þá möguleika á því að bjóða frekar út einstaka verkþætti heldur en Akureyrarbær hefur verið að gera. Það má líka velta því fyrir sér. Það gæti líka verið hagkvæmni í því og maður getur alveg séð ákveðna samlegð svo sem í ýmsum verkum sem báðir aðilar eru að sinna í dag. Þannig að vissulega væri fróðlegt að skoða, en ég myndi vilja þá bara skoða með þeim formerkjum að við værum að ná þá hagkvæmari rekstri út úr þessu. Því að það hlýtur að vera markmiðið hjá sveitarfélagi sem stendur ekki vel fjárhagslega. Og það er náttúrulega að vita að þetta er á sama svæðinu. Hins vegar megum við ekki heldur gleyma því og verðum aðeins að hugsa það líka. Ég er vendilega að gera Norðurorku sem slíkri greiða með þessu eður ei. Ég er ekkert endilega búinn að sjá það og það er kannski bara eitt af því sem við þurfum að velta fyrir okkur. Og þá að velta upp spurningunni hérna með sorpið. Þá var náttúrulega gerð hrikaleg mistök þegar að sorphirðan var boðin út hérna 2010 að nú er bærinn í raun búinn að borga í gegnum þá útboð uppbyggingu á flokkunarstöð sem er ekki í eigu bæjarins heldur fyrirtækisins. Og þetta er náttúrulega einn af þeim svona, þetta er bara vandi þá að eiga við það hvað menn ætla að gera. Ég er alveg harður á því að bærinn á að eiga flokkunarstöðuna sjálfur, hann getur boðið verkefnin út. Ef Norðurorka tæki þetta yfir til þess að taka að sér einhvers konar orkuvinnslu út úr þessu eða eitthvað þá veruna, þá er það bara eitthvað af þessum verkefni sem þarf þá að velta fyrir sér. Og við erum búin að vera að veltjast með þetta mál núna býsna lengi. Við bæjarfulltrúi Sólveig Björk sátum á síðasta kjörtímabili í starfshópi sem var að velta því fyrir sér hvernig verður hægt að auka sem sett endurnýtingu á sorpi og draga úr urðun eða því magni sem fer til urðunar og gera raun og veru betur úr þessu málaflokki. Og sama tíma hefur annar hópur verið að vinna. Við settum svo að stað hóp fyrir rúma ári síðan sem í tengslum við vistorku moltu og sorphirðu sem átti að velta svona hinum að þessum þáttum fyrir sér. En við erum ekki að fá neitt upp á borði sem að við getum kannski unnið með. Eða erum þá ekki að nýta þau gögn sem við erum með og fáum til að taka ákvarðanir af einhverju ástæðu. Og þetta finnst mér bagalegt. Akureyri hefur verið í fararbroddi í þessu málaflokki nú nokkur skeið, en ég er að upplifa það núna trekk í trekk í umræðum í útvarpi og sjónvarpi að það er ekki minnst á Akureyri í þessu málaflokki. Ég bara skil ekki Akureyri. Af hverju er ekki verið að tala þó þetta sem að við stöndum framalega í hér, þó við séum búin að fá hér hauga fólki í heimsókn og fara með á þennan græna hring sem kallaður er. Við þurfum að velta þessi fyrir okkur til hluta ímyndin okkar. En við verum líka að passa okkur að því að verði ekki að draga sig aftur úr. Við erum að standa okkur vel en við getum staðið okkur miklu betur. Og þá rétta leiðin að fara þessa leið sem að bæjarfulltrúi Andri er að benda á hérna, eða þess að ég hef velt lengi fyrir mér, af hverju er verið að setja þetta allt undir Norðurorku?
Vistorka er einhvern veginn undir Norðurorku, þetta er undir Norðurorku, hitt er undir Norðurorku. Ég er ekki bara eðlilegt að fara að klípa sko þennan þátt, þennan umhverfis þáttsins líkan, bara frá Norðurorku og gera Vistorku að svona sjálfstæðari einingu sem að við erum þá að fjalla málefni þess fyrirtækis á sambærilegan hátt og við erum að fjalla Norðurorku. Og beina þá ákveðnari sjónum akkurat að þessum endurvinnslu mál. Ég bara legg til að það sé skoðað. Og mér finnst vera löngu komin tíma á það að við þurfum að stíga ákveðnari skref inn í þessi lífmassavershugmynd og taka þessi skref sem hægt er að taka. Það er búið að hanna Moltu 2. sem þá endurvinnsla á olíu úr sláturúrgangi og fleiru, en það situr allt fast með það. Við getum ekki farið af stað með það eftir því sem ég best veit á þeim stað sem Molta er í dag. Og hvað ætlum við þá að gera? Ég held að sé liðið ár síðan við fengum framkvæmdastjóra Moltu inn á fund, eða bráðum ár í bæjarráði, til að ræða þessi mál. Við höfum ekki stigið neins skrifað það. Við erum enn að ræða þetta á sömu nótum og hefur verið að ræða þetta, að það sé hugsanlegt að það verði að gera eitthvað einhver tíman seinna í framtíðinni. Við vitum ekkert hvenær. Þetta er farið að minna mig á umræðuna á milli bæjarfélagsins hér og ríkisins flugvelli. Við tölum og við tölum og við tölum, en við framkvæmum minna. Þannig að ég held að við ættum að horfa aðeins í eigin barm og fara að velta þessu fyrir okkur. Hvað ætlum við að gera, hvaða skref ætlum við að taka, fyrir að taka ákvörðun það. En aðeins að öðrum málum sem snúa að þessari umhverfis- og mannvirkjasviði, þau eru mjög mörg. Við erum að ræða sorphirðuna. Það er búið að koma aðeins inn á svifrykið. Bæjarfulltrúi Andri og bæjarfulltrúi Sóley hafa orðað það. Þetta hangir þessi svifryksvandi yfir okkur og við þurfum að bregðast við honum og við þurfum að gera í því að bregðast við honum. Nú erum við að taka fyrir 2 mál í bæjarráði á 50-daginn þar sem að komu erlendir ríkisborgarar sem búa á Akureyri eða eru orðnir ríkisborgarar á Akureyri sem fluttu hingað í kalda loftið í hreina loftið. Það segja svo, það er allavega stundir sem að loftið hérna er ekki mjög hreint og bara hreinlega hættulegt. Og þetta er kannski þess sem við þurfum að hafa að takast á við. Það er búið að nefna hér nokkur atriði sem þarf að gera betur í og það þurfum við að gera betur í. Þetta hangir líka saman við strætóumræðina mínu viti. Ef við ætlum að fá fólk til að nýta strætó, þó það sé ókeypis í strætó, þá gerum við það ekki með því að þurfa að fara heila hring í bænum til að komast á milli staða. Þannig að við þurfum að endurskoða leiðakerfið. Ef við þurfum að fjölga bílum, þó kosti 40 milljónir, gæti verið að það sparaðist tiltölulega hratt ef okkur tækist að takmarka umferð einkabílsins á Akureyri. Gæti það verið. Gæti við kannski skoðað hvaða áhrif það hefði. Það geti þá kannski þýtt það líka að við færum bara hreinlega að taka, hægt að hafa bílastæðin frí með klukkustæðunum, bara hreinlega að tækjum þá gjald fyrir notkun bílastæða og það væri bara töluvert hátt. Það er alveg sjálfsagt að minnka aðeins bílaumferð. Við þurfum líka að draga á nagladekkja notkun. Það er líka hægt að gera með tiltölulega einföldum aðferðum ef okkur tekst að halda götunum þokkalegum þó það snjói eitthvað. Og það er bara spurning að venja fólk við. Salt eigum við ekki að bera á götur, sjó eigum við ekki að bera á götur. Það eru til margar aðra leiðir til að ná þessu fram. Þannig að strætó er á vissan hátt ákveðin lykill í þessu. Og hugsanlega náttúrulega eins og verið er að gera, það er verið að lengja hjólastíga, göngustíga og fleira. Við erum með 120 km,
210 kílómetra að reiðstígum, gangstéttum og göngu- og hjólastígum. Þetta er töluverð lengd. Þetta er rutt megnið af þessu hverjum degi þegar snjóar. Og við erum alltaf að lengja þetta. Við lengdum gatnakerfi hérna 4 kílómetrar, 6 kílómetrar á síðasta ári. Eitthvað er þá veruna. Þetta tekur allt tíma að reyðja og verður alltaf dýrar og dýrar að reka og þess vegna er það alveg rétt. Við þurfum að velta fyrir okkur þéttingu byggðar með einhverja hætti. En það er svo hægt að mæta þessum kostnaðarauka kannski með því að velta fyrir sér öðrum möguleikum. Eins og fram kemur í gögnum frá umhverfis- og mannvirkjasviði og við erum í fjárhagsáætlun þessa árs, þá er gert ráð fyrir að listigarðurinn kosti okkur 53 milljónir. Ég er búinn að nefna það nokkuð oft. Af hverju tökum við ekki upp aðgangseyri í listigarð? Þetta er staður sem trekkir, þarna fara stórir hópar af farþegaskipunum okkur einasta sumriðan upp yfir. Við þurfum ekki að hafa hátt gjald þarna inn til þess að hafa upp í hennar rekstur. Og það getur ekki verið að það sé svo mikill kostnaður á bak við það að taka upp gjaldtöku. Þannig er bara spurningum að stíga skrefið. Gagnvart umhverfismálunum þá skiptir okkur líka máli. Við þurfum að binda kolefni, við þurfum líka að minnka losun á kolefni, það er alveg hárrétt. En er ekki bara kominn tími til að fara að klára líka græna trefil? Nú liggur fyrir skógræktarskipulag, samkvæmt aðalskipulagi, sem er búið að taka fyrir. Kostnaðaráætlunin þar er 72 milljónir að klára að planta í það svæði. Það svæði myndi binda einhver 1500 tonna koltvísýringi á ári. Ef það væri tekin ákvörðun að fullplanta svæði á 10 árum, þá yrði kostnaðurinn kannski 7,2 milljónir á ári. Ég myndi segja ætlum okkur 5 ári í þetta. Og hvernig ætlum við að fjármagna þetta? Við erum að sækja þessa peninga meðal annars í ferðamennum. Höfnin er að koma hérna með eitthvað kolefnisgjald, ekki satt? Ég tel að við hljótum að geta ná fjármunum til þess að framkvæma þetta á miklu styttri tíma. Og það er bara mjög mikilvægt að við klárum þetta verkefni. Svo skulum við ekki gleyma Skógræktarfélagi Eyfirðinga og Kjarna. Kjarni er orðið eitt okkar allra skemmtilegasta útvíðistasvæði. Nú liggur fyrir að nýbúið að gera samning við Skógræktarfélagið. Þau telja sig vera mjög vanfjármögnuð hvað þennan rekstur varðar. Og ég held að sé alveg rétt hjá þeim miðað við þá þjónustu sem farið er að veita. Þannig ef við viljum þessi þjónustu sé veitt, þá er bara tvennt til. Annaðhvort kemur bærinn þarna til móts við Skógræktarfélagið eða við förum að taka upp gjaldtöku. Má það? Það er frítt í skíðagöngu í Kjarnaskógi en ekki við fjalli. Bara nefna það sko. Ég meina einhvern veginn verðum við að gera þetta. Þetta gerist ekki sjálfu sér. Svo langar við aðeins til þess að nefna hérna varandi viðhaldið af því að bæjarfulltrúi Andri kom aðeins inn á það. Nú hefur það verið stundað nokkuð skeið fyrir sunnan, Kópavogi meðal annars og gott ef ekki Mosfellsbæ og fleiri bæjum, að vera með töluvert íbúa samráð viðhaldsframkvæmdir í hverfum. Menn að vera að nýta sér þarna rafræna tækni, fundahöld og fleira. Við ræddum það hérna fyrir þó nokkuð löngu síðan að það væri nú sniðugt að taka upp eitthvað svona samráð. En við höfum ekkert gert því. Vísir aðeins út í Hrísey og Grímsey. Ég held að það væri nú bara ágætt að nýta sér þá reynslu sem það er. Mér finnst bara eðlilegt að við förum að gera meira af þessu. Og að því ég minnist nú á Hrísey, þá held ég að það bara verður að gera meira á skólalóðinni þar heldur en hefur verið gert og stefnan er að gera nú.
eftir því sem ég best veit. Þegar að fólk farið að telja upp tertuspaða skort í íþróttahúsinu í Veisluhöld, þá segir manni bara það vanti tertuspaða, það sé okkar reddaðinn. Það segir mér það að fólk komið með langt upp í kok af leiðindum og þreytu á því að eiga við bæinn. Þarna bara verðum við að stíga ákveðið til jarðar og koma inn í þetta verkefni með miklu myndarlegri hætti heldur en við gert hingað til. Við getum sett hærri upphæð þarna út fyrir íbúana til að taka ákvörðun en skólalóðin væri þá bara inn í þeim pakka. Það ekkert að því að horfast í augu við það. Annað sem snýr að skólanum og bæjarfulltrúi Andri kom inn á, þá voru þessi úttekt á loftgæðum sem var farið í á síðasta ári. Ég lagði til í umhverfis- og mannvirkjara á sínum tíma að við tækjum öll skólamannvirkin á tiltölulega stuttum tíma. Málið það að ef að eitthvað kemur upp innan skólabyggingana, þá setjum við alltaf í súpunni. Og við verðum að horfa til þess að við erum með öll börn á aldrinum 2 ára eða eins og hálfs til 16-17 ára í 180 til 230 daga á ári inn í þessum mannvirkjum. Í alltaf 8 klukkutíma hvern einasta dag. Ef það eitthvað að, þá bitnar þetta bara á börnum og starfsfólkinu sem þarna er. Og það því mjög mikilvægt að fara inn í þessar stofnanir með hlutlausum aðila og greina loftgæði. Ef það eitthvað að, þá þetta að bregðast við. Við töpum alltaf ef þetta eitthvað kemur upp áður en við erum búin að bregðast við. Og þið sjáu bara umræðina fyrir sunnan hvað þetta varðar. Varðandi Nökkva, svona í lokin, þá það alveg rétt að þetta orðið ansi dýrt þetta dæmi sem var hugsað í upphafi og líka alveg rétt að við kannski höfum ekki þörf fyrir það að fyrir að byggja enn eitt kaffihús. Það alveg hárrétt. En við þurfum samt að passa okkur á því þegar við förum í bygginguna þarna að við ekki að byggja eitthvað sem að lítið í umhverfinu þarna. Þetta þarf að vera einhver bygging sem nýtur sín í þessu umhverfi sem þarna er. Þetta einn mest áberandi staður á Akureyri. Þetta þarf að vera hús sem nýtist starfseminni númer 1, 2 og 3 og vera þá með einhvers konar útlit sem að hæfir umhverfinu. Hins vegar gætum við kannski farið að hugsa eins öðruvísi þegar við erum að byggja leikskóla og skóla. Ég þeirra skoðunar og hefur lengi að við erum að byggja á dýra byggingu við Glerárskóla, þessi leikskóli. Þó að mér sé sagt að þetta sé með ódýrari fermetraverði sem sett sé þekkt. Þá það bara dæmi það að við Íslendingar bara yfir höfuð erum hugsanlega að byggja bara dýrt. Upphaflega var aldrei meiningin að byggja húsið þarna með þeim hætti sem þarna er. Það engin samlegð að þessu, því miður. Ég fagnaði hins vegar að það skuli loksins vera komið í útboð af því að við þurfum þessa byggingu. En ég held að ættum að fara að endurskoða það hvernig við leggjum í þessar byggingar. Og það af því að bæjarfulltrúi Andri var að ræða það hérna áðan, þörf á því að fara að byggja fleiri leikskóla. Ég held sér þörf á því að byggja allavega einn leikskóla á Brekkunni og taka þá aðrar 2 gamla byggingar og notkun og byggja þá leikskóla sem að hæfir þeirri starfsemi sem í leikskólanum í dag, en við þurfum enga flotta byggingu, við getum byggt ódýrar. Ég ætla bara að fullyrða það. Og það kannski það sem við ættum að fara að velta fyrir okkur líka. En börnum að fækka á Akureyri
Það er vandamáli sem við stöndum frammi fyrir. Ef það fæðast bara 200 börn á ári og Akureyri næstu árin, já, þá mun börnum í grunnskólunum fækka minnst þessi 700 á næstu 6 til 8 árum. Það er rosalega fækkun. Það er eitthvað að segja. Það eru 2000 börn sem verða þá í grunnskólanum miðað við cirka 2700 í dag. Og í fyrra. Bara vangavelta. Ég ætla að láta þetta gott heiti í bili, takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég var að byrja á því að þakka bæjarfulltrúa andra og formanni umhverfis- og mannvirkjaráðs fyrir hans ágætu tölu hér í upphafi. Hann var með svona stefnumótaræðu, myndi ég segja, vegna þess að hann var svona aðeins að velta fyrir sér ýmsum breytingum sem hann sér fyrir sér á kerfinu hjá okkur og við erum svo sem rætt í okkar hópi. Þetta náttúrulega er það þannig að það svona, þetta er á frumstigi og hann nefndi það sérstaklega að hann og Ásthildur hafa verið að skoða til að mynda ef við horfum, Ásthildur bæjarstjóri, ef við horfum til þess að umhverfismiðstöðin fari yfir til Norðurorku. Ég held aftur á móti að það sé mjög áhugavert og eigi að skoða gaumgæfilega. Menn hafa velt fyrir sér hvort að menn sé að horfa þarna aðal til sparnaðar eða hvað þarna liggja á baki. Ég held að fyrst og fremst komi þetta til með auka skilvirkni að mínu mati. Það er náttúrulega þannig að Norðurorka hefur á að skipa starfsfólki sem er akkurat í þessum svona kannski verkefnastjórnun á því sem að snýr að Norðurorku og ég held að þarna komi til með að verða klálega samþætting og geti leitt til góðs. En auðvitað verða menn alltaf að reikna þetta og skoða alla lausa enda í þessu og hvernig þetta kemur. En ég held nú að það muni auka skilvirkni og ég hef líka trú á því að þetta muni verða ódýrara þegar til lengri tíma litið, bara vegna þess að svona, það kannski verður öðruvísi verkaskipting á þessu. Ég held líka að varðandi það sem að bæjarfulltrúi Andri nefndi varðandi malbikunarstöðina, þá tel ég mjög mikilvægt að skoða það. Núna liggur fyrir að malbikunarstöðin er með starfsleyfi, tímabundið starfsleyfi og maður velti fyrir sér hvernig það í rauninni, hvort menn geti haldið því áfram óbreyttu. Ég held líka að eins og bæjarfulltrúi Andri kom inn á þá er þetta mikilvægt útivistarsvæði, Glerárdalurinn, og ég held að það að losna við þessa byggingu og þessa athafni sem að fylgja malbikunarstöðinni af þessu svæði geti bara leitt til góðs fyrir okkur til framtíðar. Ég held líka af því að hann hafi komið fram að hér er núna malbikunarstöð í bænum, það eru breyttir tímar frá því sem var. Við erum bæði með aðila sem eru með malbikunarstöð og auk þess eru hér líka og kom fram í máli hans að hann er að horfa líka á útlægningu malbiks að það eru í dag núna hér fyrirtæki komin í þetta auk þess sem að þetta er horft á þetta á landsvísu og það eru fá sveitarfélög í dag sem eru sjálf að, ef nokkur, það má telja á fingrum annar hand að þau sveitarfélög sem eru sjálf að leggja út malbik hér á landi. Þannig ég held að þetta sé eitthvað sem við ættum algjörlega að skoða. Varðandi sorpið og það hefur komið, menn hafa rætt hér sorpmálin og það er náttúrulega þannig að það er verkefnahópur í gangi varðandi sorpmálin. Það er á sama tíma líka verið að horfa til þess að ráðherrar koma með einhverja breytingar á sorpmálum og það er kannski, má segja af því að það hefur verið gagnrýnt að við höfum ekki stigið einhver skref og mér fannst þess að bæjarfulltrúi Gunnar hefur komið inn á það í þessu máli sínu sem var hér áðan að menn hefur svona vantaði svona að við værum að taka skref í þessu máli. Ég held hins vegar að það sé svolítið erfitt að taka einhver kostnaðarsöm skref akkurat á meðan að það sé ekki til lands í hvernig ríkið ætlar sér að gera þetta. Við á sínum tíma fórum á stað með moltuna vegna þess að ríkið var með einhver áform og akkurat á þeim tíma ef ég man rétt þá ég vil ekki segja hver var ráðherra á þeim tíma, það skiptir ekki máli en það voru áform upp að fara út í mjög öflugar moltugerð landið og menn ætluðu sér að breyta þessu og við tókum þátt í því og komum á stað með moltuframleiðslu sem er hið besta mál fyrir okkur svo sem en það var kostnaðarsamt og við fórum í gegnum mikla þrenginga með þá framkvæmd sem hefur kostað okkur pening. Þannig að ég held að þetta sé kannski ástæða til þess að hingra aðeins við og sjá til hvernig þetta
þetta kemur út frá á næstu mánuðum. Það eru hugmyndir ríkisstjórnarinnar að koma þessu máli áfram, en á sama skapi erum við með verkefnahóp sem í rauninni að fylgjast með þessu og svona móta þessar tillögur. Ég hjó líka eftir því að bæjarfulltrúi Andri eða í ræðu Andra ræddi hann leiðakerfið, og það nú þannig að á síðasta kjörtímabili þá var farið út í breytingar á leiðakerfinu okkar hérna sem að því miður voru ekki góðar og tókust ekki sem skyldi, og það kom fram í máli hvað segir maður, rekstrarstjóra strætisvagnanna á fundi með okkur daginn að það hefur verið orðið veruleg fækkun að hans mati á samkvæmt hans útrenningum á notkun leiðakerfisins, og þess vegna er mjög mikilvægt að við förum í að endurskoða, og það eru uppi mjög skemmtilega hugmyndir, og nú á fimmtudaginn og fimmtudag og föstudag á að skipa í verkefnahóp eða svona pólitískan hóp sem á að fylgjast með þessari verkefnavinnu, þannig að það sé svona markaða stefnu til framtíðar hvernig við sjáum þetta leiðakerfi fyrir okkur, og ég hef mikla trú á því að við getum bætt og eflt leiðakerfi hjá okkur með markvissari rekstri, og þá kemur akkúrat inn á það sem að menn hafa verið að tala um að kannski á það að segja svona þessi miðstöð ekki að vera í miðbænum, það er kannski ekki heppilegast þetta en ætti frekar að vera miðsvæðis, og kannski erum við þá bara heppin að hafa svolítið dregið lappirnar með því að það fari ekki í uppbyggingu á einhverju samgöngum miðbænum sem að myndi þá kannski ekki vera nýtast ef við erum að fara, þá verðum við kannski frekar að horfa á það ef við hefum farið í það fyrir nokkrum árum síðan eins og menn voru alltaf að vonast eftir, að þá varum við kannski komið með samgöngumiðstöð einhvers staðar í miðbæ sem að gæti þá verið svona kannski til þess að við myndum horfa öðruvísi á breytingar á leiðakerfi. Þannig að ég held kannski bara að það sé ágætt að við eigum eftir að taka umræðum hvar við setjum hana. Ég hjó líka eftir að bæjarfulltrúi Andri kom inn á varðandi hagnað fasteigna, og hann benti á það að það væri yfir 600 milljóna hagnaður í áætlun fyrir árið 2020, og þá velti maður fyrir sér í rauninni þessum útreikningum, það er að segja útreikningum á innri leigu til aðalsjóðs, og ég bara kalla eftir því, og ég hef rætt það svo sem áður og bæði við á ýmsum vettvangi og meðal annars við sviðsstjóra fjársýslusvið að við svona aðeins skoðum þetta. Þetta er náttúrulega ákveðnar reiknireglur sem eru í gangi, en hins vegar virðast menn vera að gera þetta með mismunandi hætti hjá sveitarfélögum, og mér langar svona að vita hvernig þetta almennt er gert, hvort að við séum, og auðvitað er það þannig að við verðum að gera alltaf eftir einhverjum leikreglum í þessu, en það er svona spurning hvort að þetta sé allstaðar samræmi í þessu, en þetta náttúrulega hefur verulega áhrif á rekstur aðalsjóðs. Eins og menn vita þá hefur aðalsjóð verið rekinn með tapi mjög mörg undanfarin ár, og eins og við hefum líka rætt á aðhlutin verið, það náttúrulega breytir ekki, innri leiga breytir samt ekki niðurstöðu aðhlutans, sem hefur líka verið eitt af okkar málum sem við höfum verið að ræða hér í kjölfar þess að við fengum bréf frá eftirlitsnefndinni. Það er líka komið í þessu ágæta yfirliti hans bæjarfulltrúa Andra, þá var hann að nefna ýmislegt, og ég vil bara nota þetta tækifæri sérstaklega í ljósi atburða síðustu daga að fagna því að upp er komin ILS-búnaður við flugvöllinn. Hann hefur þegar sannað gildi sitt. Það var mikil barátta sem að við bæjarfulltrúar tókum á síðasta kjörtímabili, fengum hljómgrunn hjá ráðherra til þess að koma upp þessum búnaði. Það var ekkert fjármagn fyrir þessu, það var samt hægt að finna einhvers staðar fjármagn í gegnum systemið hjá okkur, það var ekki á fjárlögum, þannig að þetta var barátta, en búnaðurinn er kominn og hann er þegar fann að sanna gildi sitt, og ég held að þetta verði eitthvað sem að muni efla okkur og efla okkur í því starfi sem akkurat verið að vinna þessa dagana, því að mann hafa aðeins minnst á flugvöllin hérna, akkurat að verkefnahópur er að vinna í því að móta tillögur framtíðar uppbyggingu á Akureyrarflugvelli, og mun skila af sér fyrir lok marsmánaðar, og ég er bara bjartsýnn á það að við sjáum einhverjar framþróun í því og við sjáum uppbyggingu á vellinum í framhaldinu. Ég vil líka bara, skal ég segja ykkur, lýsa yfir ánægju minni með það að við erum núna á haustmánuðum og kom fram í ræðunni að við erum á haustmánuðum að fara að taka í notkun sambýli við Klettaborg, og ég lýsi líka yfir ánægju minni með það að við bæjarfulltrúar bæjarstjórn bara stóð keik svolítið í því máli. Það var sótt að okkur, menn vildu ekki
fá þetta á þennan stað. Ég held að hins vegar að staðsetningi sé afskaplega góð og auðvitað á svona starfsemi heima inn í hverfum. Þetta eru heimili og íbúar bæjarins verða átt að sjá því að við eigum öll rétt á heimili. Og þá akkurat kemur það líka inn á það sem kom fram í málinu að við höfum verið að skoða bæði tónatröð sem nú búið að setja í, eins og kom fram í máli andra bæjarfulltrúa. Við erum búin að setja það í bið eða endurskoðun og bæjarráð ályktaði það. En það kom líka fram að Glerárholt væri verið að skoða kaup á því, en við erum búin að kaupa Glerárholtið og þar ætlum við að nýta það húsnæði ætlum við að nýta fyrir félagslegar íbúðir. Og við erum alltaf að bæta í félagslega íbúðir, við erum líka í samstarfi við marga aðila. Bjarg íbúðarfélag er að byggja núna og það mun líka létta á hjá okkur. Við hefum bæði verið í samskipti við Öryrkjabandalagið og nú Þroskahjálp uppbyggingu í leiguíbúða, þannig að uppbyggingu íbúða, þeir eru óska eftir Þroskahjálp, þeir eru óska eftir núna samstarfið við okkur, þannig að það eru fleiri aðilar sem vilja koma að því að byggja og sjá sér hag í því og það er bara vel af því að það þarf í rauninni, við þurfum að létta á þeim biðlistum sem eru í gangi vegna félagslegra íbúða. Sóley bæjarfulltrúi kom aðeins inn á það að hún var afskaplega pirruð því að það væri algjört umræðuleysi hér aðgerðaráætlun og svo framvegis og mér finnst bara þegar bæjarfulltrúar pirrast á svona lögu þá eiga þeir náttúrulega bara að nýta sér þann vettvang sem akkurat er hér í bæjarstjórn að óska eftir umræðum þetta og hún hefur nú stundu gert það, tekið fyrir áætlanir og stefnur og ég myndi gjarna bara vilja að við tækjum þessa umræðu hér í bæjarstjórn þar sem hún var svo léttu nú aðeins á þeim pirringi. En hún spurðist líka fyrir veltufjár og rekstri og beindi því til andra en ég var nú með töluna fyrir fram mig og velti fyrir sér hvert samspili væri milli veltufjár og rekstri og annars vegar og síðan þeirra byggingáforma sem við erum með. Það er nú þannig að þegar við horfum fram í tíman þá lítur það þannig út að veltufjár og rekstri er nú aðeins lægra heldur en það sem við erum að fara að framkvæma fyrir á næstu árum og við gerum ráð fyrir því í rauninni að auka lántökur. Eins og höfum í rauninni á síðastliðnum 4 eða 5 árum, þar að segja frá 2014, þá hefur veltufjár og rekstri verið 6,9 milljarðar á sama tíma og við höfum í rauninni framkvæmt fyrir einhverja 4,9 milljarðar og við höfum verið að lækka skuldir, að við svo náttúrulega tókum við svona yfir skuldir vegna lífeyrisskuldbindinganna en við höfum verið að lækka og höfum ekki verið að taka lán í einu mæli á síðustu 5 árum. En við sjáum fram á það í rauninni fjárhagsáætlun fyrir þetta ára, við erum að auka lántökur. En við teljum líka jafnframt að það sé kannski lag að fara í fjárfestinga núna. Það er niðursveifla ef við segjum samdráttur í þjóðfélaginu og þess vegna er kannski skynsamlegt að nota það tímabil til þess að fara í fjárfestingar og það er akkurat það sem opinberir aðilar eiga að hafa í huga. Það er að vera með sveiflujöfnun þegar svoleiðis ástand myndast og ég held að þess vegna sé kannski ekki ástæða til að hafa áhyggjur af þeim fjárfestingum sem við erum að fara í á næstu árum. Þær eru allar svona kannski líka skynsamar að mínu mati. Ég var nú búinn að skrifa eitthvað hérna hjá mér sem annars skal ég segja að man ekki hvað ég ætlaði að nota. En jú, mér langar bara aðeins af því að svona í lokin að bæjarfulltrúar hafa fengið gögn sem eru starfsáætlanir umhverfis- og mannvirkjasviðs og mér langar bara til að þegar maður var undirbúinn undir fundinn og fór yfir þetta, var nú búinn að sjá það áður en hins vegar er alltaf gott þegar maður þarf að rifja upp að það er afskaplega skemmtilegt aflestra, þetta er mjög vel uppsett að mínu mati þessi gögn öll sumul, þar að segja þarna eru svona lýsingar á þeim verkefnum sem verið að fara í og mjög upplýsandi að mínu mati fyrir okkur bæjarfulltrúa til þess að glöggva okkur á því hvað er verið að setja í gang á árinu 2020. Það er allavega mín skoðun. En meira var það nú ekki. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, langar að byrja að þakka Andra fyrir þessa ágætu stefnuræðu. Ég verð nú að segja alveg svo að það hljómaði nú eins og Sjálfstæðismaður hefði skrifað þetta.
færa framkvæmdamiðstöðina til Norðurorku, það náttúrulega hlýtur að vera markmið að hagræða í rekstri og ná fram þarna ákveðinni samleið sem að hlýtur að spara einhverja peninga. Ég bara trúi ekki öðru en að sú hugsun liggi þar á bakvið og styðji það heils hugar. En mér langar að fagna þessari hugmynd með sorpmálin sem að verið að tala fyrir hérna, lífmassavera, því að við áttum fund við sjálfstæðismenn með Guðmundi, ég hef sagt þessu sögu áður með Guðmundi í Vistorku og framkvæmdastjóra þar, og á þeim fundi lagði ég til að við myndum fara í þetta verkefni fyrir 2 árum síðan, og mér þykir bara ánægilegt að sjá að þetta sé komið þannig inn, bara frábært. Að menn sé að hugsa aðeins, þá lagði ég til að Molta yrði færð út á Disnes og þar yrði byggð upp álveru lífmassaver og það myndi síðan stækka svæðið út frá sér. Við eigum að vera og höfum verið til fyrirmyndar í úrvinnslumálum, flokkun og þessu, og við eigum að taka skrefið. Við eigum að bara stíga skrefið og klára þetta mál. Síðan getum við farið að þjónusta sveitarfélögin í kringum okkur og aðra. Við eigum ekki að vera að keyra úrganginn og urðan einhvers staðar í öðru sveitarfélagi. Það er ekki svoleiðis. Við eigum að klára þetta sjálf hérna hjá okkur. Það er mín skoðun. Varðandi það sem að Gunnar nefndi með að selja inn í lystigarðinn, mér hugnast það ekki, en mér finnst allt í lagi að láta útlendingarna borga í strætó þegar þeir keyra upp í lystigarðinn. Mér finnst það miklu nær, en þetta er bara mín skoðun á þessu máli. Akureyri sem slíkur, sem ferðamannabær, hefur ekkert svo mikið upp á að bjóða nema rólegheit og þægilegheit og eitthvað kósí, sko. Við höfum ekki það sem að til dæmis Mývatnssveit hefur upp á að bjóða og við erum gjarnan í því. Ég veit að mikið af ferðamönnum koma inn til mína verslun og ég er í því að senda þá í Mývatnssveit þar sem að náttúran er frí og ég sendi þau inn í jólahús þar sem er frýr aðgangur og það vantar svolítið hjá okkur Akureyringur svolítið frumkvæði og þess vegna er enn og aftur það sem Sóley nefndi varðandi Nökkvahúsið og sjóböðin sem ég er búin að tala fyrir endalaust hérna, allir orðnir þreyttir á, að ég veit ekki hvernig Guðlaug er rekin á Akranesi en það er svona einhver fyrirmynd sem við ættum að horfa til kannski og væri ofsalega gaman að sjá. Ég er áður búin að nefna, þetta er aðaláherslan hjá ungum þegar við fundum bæjarstjórnarfund með ungum hérna á Akureyri, að þeirra aðaláhersla var að fá sjóböð hér. Og ég held við ættum að virða þeirra skoðun og klára þetta mál í samvinnu við Nökkva og það er engin að biðja enn eitt kaffihúsi. Við eigum alveg nóg á þeim. Ég held að séu 58 veitingastæðir á miðbæjarsvæðinu þar sem hægt er að fá kaffi og mat. Þannig að það er alveg gott. Skiptistöð strætisvagna að þá fullyrði það að það er ekkert sérstakt kappsmál hjá kaupmönnum í miðbænum að fá einhverja skiptistöð fyrir strætisvagni í miðbæn. Það er ekki svoleiðis og hefur aldrei verið. Hins vegar þurfa tengingar við miðbæin að vera góðar frá þessari skiptistöð hvar sem hún er staðsett og tíðar til þess að þetta gagnist. Okkur er alveg sama hvar fólk skiptir vagna og hvar vagnstjórar súpa kaffi. Það er ekkert atriði að þeir gera þannig í bæ. Varðandi eitt mál sem ég langar til að koma inn á, ég veit ekki alveg hvort það heyrir undir andra eða hvað, en ég held að hann sitji nú í nýskipari stjórn Hlíðarfjalls, að það er svakalega mikill pirringur á samfélagsmiðlum varðandi fjallið. Bæði það að lyftan sé ekki komin í gang og að brautir sé ekki tróðnar og bara aðstæðan sé ekkit í lagi. Og mér langaði bara að koma svo framfæri hér. Takk. Þá hefur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég langaði aðeins bara að nefna eitt svona í lokin. Það var að bæjarfulltrúi Andri kemur sérst og tekur þetta saman. Og það er hvenær þessi stefnuræði komin. Nú ég heyrt þá skoðun sumra bæjarfulltrúa meirihlutanum að þessi stefnuræði þurfi ekkert að koma inn fyrir bara á fundinu sjálfum. Það er kannski alveg rétt. En mér finnst frálegt að þessar ræður kom ekki inn á föstudegi eins og önnur gögn sem eiga að vera komin inn
og undir dagskrá fundarins, þannig að allir hafi tækifæri til að undirbúa sig þokkalega vel fyrir umræðina á fundinum sjálfum. Þannig ef það ætlunin að halda því áfram að þessar ræður komi svona seint inn, þá verður þessi umræða aldrei nægjanlega góð. Þess vegna óska ég bara eftir því að það veri gengið á eftir því að það vita núna hvenær þessar umræður eiga að fara fram, hvenær viðkomandi formenn eiga að flytja sína ræðu, að þessar ræður séu komnar inn hádegi og föstudegi þegar dagskrá fundarins gefin út. Þannig að allir sitji þokkalega við sama borð, nema að þessi vilji til þess að draga úr gildi þessar umræðu. Takk. Að bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason loki máli sinni, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil nú byrja á því að þakka fyrir ákaflega góða umræðu og málefnalega og víðfeðma, eins og þetta svið gefur tilefni til náttúrulega, og ég get tekið undir bara langflest þau atriði sem hafa verið nefnd í umræðunni og horfa til framfara og bóta. Það eru örfá atriði sem mér langar að bara nefna svona sem viðbrögð við umræðunni. Fyrsta lagi það sem að bæjarfulltrúi Sóley nefndi, varðandi flutninga á framkvæmdamiðstöð til Norðurorku og sá vinkill á þeirri umræðu að það sé erfitt að ráða fólk á núverandi kjörum og starfsumhverfi, og ég held að hún hafi kannski hitt naglan á höfuðið að þetta gildir svolítið heilt yfir bara hjá Akureyrarbæ og sveitarfélögum, og tek bara heils hugar undir það að við mögum ekki einblína á að bæta kallastörf og bæta laun þeirra. En þetta sannarlega angi af stærri umræðu, bara hjartanlega sammála því. Hvers vegna voru Klappir ekki vottuð vistbygging? Ég kann ekki alveg að svara því, en eins og ég skil umræðuna þá hafi verið reynt að við innkaup á efnum að huga að því hvað væri vistvænt og hvað ekki. Þetta er ekki rosalega burðu fullyrðing eða vinnubrögð, en eitthvað var fólk meðvitað þetta og reyndi, en það var ekki tekin nein formleg ákvörðun heildstæð vinnubrögð eins og þú ert að nefna, og ég veit ekki hvort það var gert eitthvað mat á því hvað það hefði kostað eða hvort það hefði verið talið verða svo mikið dýrara, en auðvitað er bara ástæða til við stórar og jafnvel líka litlar framkvæmdir að hugleiða hvort að það sé yfir höfuð dýrara eða þurfi endilega að vera það, kannski er það ekkert, og þá kannski engin afsökun ef svo er. Varðandi það sem að bæjarfulltrúi Gunnar nefndi framkvæmdamiðstöð og hvers vegna færa undir Norðurorku, hvers vegna ekki gera að öðrum turni eða samstæðu eða hvað við eigum að kalla það, umhverfis starfsemina, og þar sem að vistorka kannski, þar hugmyndafræðin og eldmóðurinn eins og en það auðvitað engin rekstur núna, en það hins vegar einingar sem að mættu þá alveg hugsa sér að yrði hluti af því, eins og mögulega Molta, örugglega Orkey og kannski líka gasvinnslan sem núna bara svona holt og bolt inn í Norðurorku og hálfmunaðarlaus hvað varðar framþróun og markaðssetningu og svo framvegis. En mér fannst bæjarfulltrúi Gunnar tala eins og vistorka væri hluti af Norðurorku sem að það í sjálfu sér ekki, þó að það sé þar í húsnæði og það fjármagnað úr fleiri áttum náttúrulega, meðal annars frá Akureyrarbæ. En það breytir ekki því að það ljómandi góð umræða hvort að vistorka eigi að fóstra miklu meiri starfsemi á þessu sviði. Varðandi aðgangseyri í Lystigarðinn, við ræddum það í ráðinu hvort að það væri góð hugmynd, og okkur finnst þetta auðvitað mjög mikill rekstrarkostnaður sem þar, og niðurstaðan var svo í mannrétt að kanna möguleika á að vera með einhvers konar valfrjálsan aðgangseyri, það að auka
þannig að það væri engum hent út, heldur góðfúslega beiðni að greiða lága fjárhæð. Nú klára græna trefilinn sem bæjarfulltrúi Gunnar nefndi. Það geti verið ljómandi góð innspýting í efnahagslægð eins og bæjarfulltrúi Guðmundur kom inn á líka. Og þar væru þá störf fyrir konur og karla. Það er svona aðeins loðað við að í efnahagslægð vilji menn kýla upp viðhald á byggingum, en þá eru þetta fyrst og fremst verið að tala störf iðnaðarmanna sem enn sem komið eru í meiri hluta karlkyns. Ég vil líka rifja upp að ég held ég hafi séð í fjölmiðlum í dag að Lánasjóður sveitarfélaga væri að bjóða til sölu skuldabréf með 1,5% vöxtum, en þá ætla sjóðurinn sér væntanlega að dekka sinn eigin rekstrakostnað en kannski bjóða sveitarfélagunum lán á 1,7 eða eitthvað í þeim dúr. Það er ákaflega athyglisvert og þess virði fyrir okkur að hugleiða hvort við viljum taka svoleiðis lán til að framkvæma og koma hjólunum af stað. Sérstaklega væri þá verkefni sem að kalla ekki á eintóman kostnað til framtíðar, heldur við erum einhvern veginn að búa í haginn. Með að fá ræðurnar inn á föstudegi, eins og var nefnt, það er kannski tvær hliðar á þeirri umræðu, myndi ég segja. Við stefnum auðvitað á að áætlanirnar komi inn á föstudegi, starfsáætlanirnar, sem eru þetta grundvöllur umræðunar eins og í þessu tilviki. Og ekki mikil ný sannindi í því sem að ég er að lesa upp úr þeim áætlunum, hins vegar þessar bollaleggingar og framtíðar vangaveltu sem að ég lagði fram og kalla og biðum viðbrögð frá ykkur, að sjálfsögðu æskilegt að því að við góðan tíma til að hugleiða það, og ég fyrir mitt leyti vil bara taka það til greina, þá ábendingu. Já, og að lokum það sem bæjarfulltrúi Þórhallur nefndi varðandi Hlíðarfjall. Það er rétt að ég og bæjarfulltrúi Eva og forseti okkar Halla Björk höfum nýlega tekið sæti í rekstrarstjórn Hlíðarfjalls og já, ég hef heyrt af þessu sem að var nefnt, svekkelsi varðandi að seinagang með að nýja lyftan komist í gang og svo þetta brautir sig ekki tróðnar og svo framvegis, og við höfum heyrt fleira, styrkt samskipti við skíðafélagið og þarna er bara verk að vinna við að hjálpa þeim sem eru þarna í daglegum störfum við að ná betri tökum og fókus og krafti í verkefnin. En að lokum bara þakka kærlega fyrir mjög góða umræðu í dag og þakka fyrir mig. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætlaði nú eiginlega ekki að koma, mér fannst flest allt vera að koma fram, svo myndi ég eftir einu máli sem ég langar virkilega að fá svör við. En kannski byrja á því bara að þakka þér, Andri, fyrir, mér skaman þegar stefnuræðurnar eru í raunverulega til raunverulegar umræðu eitthvað sem er hægt að breyta og gera betur og það er ekki oft sem það er þannig að ég ætla bara að hrósa þér fyrir það. Mér finnst það skemmtilegt og skapar góða umræðu. En mér langaði að spyrja að því við ræddum hér fyrir svolítið löngu síðan, varðandi lausagöngu katta, og þá var hér ákveðið að senda það inn í þitt ráð, Andri. Nú langar mér bara að þú fara aðeins yfir hvar það mál er statt, því að ekki virðist umræðan verið minni á samfélagsmiðlum og mér sýnist þetta vera frekar vaxandi vandi heldur en hitt. Þannig að ég held að bara liggi á að við leitum lausna, og ef við ætlum að banna lausagöngu katta þá þarf það að vera gert með miklum fyrirvara. Þannig að ég vil gjarnan fá svör við því, en fyrst ég er bara komin inn upp þá langaði mig líka bara aðeins að spyrja, ertu að tala um lífmassaverð? Af því þú ert að tala um að fara að framleiða orku, af því við höfum rætt þetta lífmassaverð, ertu þá að hugsa í rauninni þá bara lífmassaverð, reksturinn fari undir Norðurorku, að þetta verði þannig uppbygging? Þannig að ég náði því ekki alveg, af því við erum búin að vera svolítið í og úr þessari umræðu varðandi lífmassaverð, og ég held við þurfum bara að taka stefnumótandi ákvörðun hvort við ætlum að fara alla leið þangað. Vistorka hefur verið að gera rannsóknir á þessu og er að leita eftir styrkjum til að klára það. Ég held að vanti núna 20 milljónir til að sé hægt að
fá svör við mörgum þeim spurningum sem við höfum. En ég, allan eins og það sem ég hef séð, þá liggja ýmis tækifæri í þessu og ég veist þetta kannski ekkit endilega bara verkefni sem að sveitarfélagi verið í og hugsanlega getum við boðið fyrirtækjum aðkomu að þessu á einhvern hátt. En ég var einmitt á vinabæjamóti í Noregi síðasta sumar og Norðmenn eru að gera skemmtilega hluti í þessum málum og til dæmis nota þeir brennslur til þess að snjóbræðslu í miðbæ hjá sér, mjög spennandi. Þar sem að mikill af okkar, mikill kostnaður er í snjómokstur og fer sívaxandi hjá okkur, þannig að þetta er kannski eitthvað sem við þurfum bara að fara að skoða, hvort að við getum nýtt okkar rusl á í að hita upp göturnar í staðinn fyrir að vera í endalausum mokstri. Varðandi lystigarðinn, ég held að sé 3 ár síðan við ræddum það að setja upp svona sjálfsala sem að þú getur ráðið hvort þú borgar í eða ekki. Mér finnst þetta bara ekkert spurning, bara gerum þetta og klárum þetta, hættum að ræða þetta endalaust, það er ekki að taka 3 ár að koma einu svona fyrir. Síðan varðandi Nökkva, ég vil bara taka undir með bæjarfulltrúa Þórhalli að við eigum að hlusta á unga fólkið og mér fannst þau rökstyðja vel það að við ættum að bjóða hér upp á sjóbaðsaðstöðu. Ég held að hljóta vera hægt að finna lausn á því og vinna það í samstarfi með Nökkva. Varðandi strætó, það var líka rætt áður en að síðasta leiðakerfi var að hvort það væri ekki skynsamlegt að vera með einmitt skiptistöð þar sem að fjölmennustu vinnustæði bæjarins eru, þannig ég skil bara ekki af hverju það var ekki skoðað til hlítar á þeim tíma. Og mér finnst bara ekki gott hvað við höfum floppað með síðustu aðgerð varðandi breytingu á strætómálunum á leiðakerfinu og þetta strætómál voru einmitt til umræðu á þessu vinabæjamóti og flestir eru að vinna í þessum málum hjá sér og þar kom einnig til, þar var mjög skýrt að það er rannsóknir sem að vinabæjir okkar höfðu gert varðandi strætó og þá var það skiptið engu máli hvort það verið greitt eða ekki. Það verið alfarið leiðakerfi sem skipti máli og það verið stuttur tími á milli þess að strætó kæmi. Þannig að það er ferðatíminn sem að, og það að þú komist leiða þennan á stuttum tíma sem að hafa þar áhrif. Nú gerðum við fyrir nokkrum árum lista varðandi sölu á fasteignum. Ég veit ekki hvort þú ætlar að koma eitthvað inn og meira varðandi fasteignir, hvort það er heima hér eða ekki. Ég bara spái hvort það sé eitthvað ennþá verið að vinna með þennan lista eða hvar sú umræða er stödd. En ég sem ætlaði ekkert að segja. Takk. Það er bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið málsinu. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúa, varðandi það sem nefnt var með frjáls framlög við lystigarðinn. Ég styð þá hugmynd heils hugar en þá þarf að útfæra það þannig að það sé hægt að borga með korti. Þannig að það séu gjaldpóstar við þessa 3 innganga eða 4 sem í lystigarðinn. Þannig að fólk geti sveiflað kortinu vegna þess að það er engin með smápenning eða 500 kall í vasanum lengur. Upphituð gatnamót, Eva, þetta er bara framtíðin. Þannig ég held við ættum að hugsa fyrir þessu þegar við erum að fara í að taka upp stór ný, eða leggja ný stór gatnamót sem er mikil umferð, reikna með að vera mikil umferðum, hvort að við höfum einhvers staðar aðgang að vatni sem við getum nýtt. Því að við erum búin að sjá í vetur að einhvers staðar voru gerða lagfæringar eða þá að skrúa frá og göngugatan hefur verið auð í allan vetur. Þetta er alveg til fyrirmyndar, búið að vera frábært. Alveg, þú veist, það er ekki hægt annað en að hrósa. Annað var það ekki. Takk. Það er bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu og orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þakka bæjarfulltrúi Evu fyrir þessa umræðu. Varðandi kettina þá var það þannig að í umhverfis- og mannvirkjaráði síðasta vetur var
umræða þetta, man ekki alveg hvort að hún var á undan eða eftir þeirri umræðu sem þú varst að vísa til. En niðurstaðan þar var sú að við gerðum ályktun þar sem að starfsfólki sviðsins var falið að koma með tillögur sem að myndu miða að takmörkun á lausagöngu katta og sem að var rætt að hægt að útfæra auðvitað á ýmsa vegu. Þannig að það var fullur vilji hjá ráðinu til að gera þetta, en svo var einmitt rifjað upp á dögunum að starfsfólk sviðsins hefur ekki unnið neina vinnu að gagni og ég veit ekki hvort að þau tóku okkur ekki alvarlega eða hvað, en allavega okkur alvarlega þeim sem að sitjum í umhverfis og alvara með þetta, þannig að við þurfum bara að brýna þetta erindi og fá fram þessar tillögur til að geti orðið raunhæf umræða þær. Varðandi sorpið að ég ekkert endilega að tala þennan risastóra draum, lífmassaver, gasvinnslu og það allt. Ég tel að við getum líka hugsað áfanga á þeirri leið og það kemur til greina að hlaða utan á moltu smávegis meiri verkefnum, eða það væri að minnsta kosti hægt í fullkomnum heimi, en nú það þannig að á þessum stað sem molta þá eru skorður á hvað sé hægt að gera vegna ýmissa aðstæðna sem ástæðulaust að fara út í hér kannski. En þannig ég ekkert endilega bara að tala þennan risastóra draum, heldur einhvers konar framfara skref og það ekki tímabært að tjá sig mikið þetta stóra lífmassaver fyrir en búið að gera þessa útreikninga sem að stendur til að gera, sem sagt að fara yfir hvaða magn af efnum væri að koma þar inn og hvers konar meðhöndlun og hvers virði yrðu afurðirnar og svo framvegis. En ef það tekst að hrinda fyrir vinna á stað sem að, ef ég man rétt, myndi kosta 15-20 milljónir, svoleiðis mjög heildstæð og góð úttekt, þá værum við í þeirri stöðu að geta rætt það á einhverjum vitrænum forsendum. Og svo loks varðandi upphituð gatnamót, ég bara tek heilsugar undir þetta, mjög spennandi og mér fannst svekkjandi þegar var verið að rífa upp neðsta hlutan af Þórunnarstræti og svo bara malbikað yfir það aftur og kaltanninn var meira að segja að var verið að leggja hitaveitulögn þar í gegn, en hefði verið svo upplagt að leggja nokkra greinar út í brekkuna, en það er mjög áhugaverðir möguleikar þar. Takk. Að bæjarfulltrúi Andri Teitsson loki máli sínu, orðið laust. Þar sem fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs, þá sé þessar umræðu lokið og koma að 5. lið á dagskrá grænbók fjárveitingar til háskóla og til máls tekur bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, til umræðu hjá okkur í dag grænbók fjárveitingar til háskóla. Mál var áður tekið fyrir á dagskrá bæjarráðs og sendi bæjarstjóri okkar inn umsögn Akureyrarbæjar þann 7. febrúar síðastliðinn. En grænbókin núna til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda. En í þessari grænbóki gerð grein fyrir núverandi fjárveitingakerfi, valmöguleikum við hönnun á nýju kerfi og setta fram lykilspurningar til að efla umræðu stefnu háskóla og hvaða fyrirkomulag fjárveitinga styðji best við innleiðingu og slíkri stefnu. Rektor Háskólans á Akureyri mætti til fundar við bæjarráð undir þessum lið, bara ágætt að taka það fram. Langar í þessari umfjöllun okkar hérna í dag að ræða sérstaklega Háskólan á Akureyri og þá ekki síst með tilliti til áhrifa hans á okkar samfélag, framtíðarsýn og byggðasjónarmið. Ég ætla að fara aðeins tilbaka. Frá upphafi stofnun Háskólans á Akureyri þá var byggðapólitískt þrætumál að ræða. Aðdragandi að stofnun skólans gríðarlega langur, en í ritrýndri grein Þórodds Bjarnasonar prófessors við Háskólan á Akureyri frá 2018 upphaf skólans rifjað og mun ég í máli minni í dag allnokkrum tilfellum vitna í þessa grein og aðlaga að vangaveltum sem ég tel að ég erindi hér í dag. En aðdragandi þess að skólinn var stofnaður, Háskólinn á Akureyri, nokkuð langur og má rekja til hugmynda aftur til ársins 1958. Þegar skólameistari Emma mun hafa lagt til að stofnaður yrði Háskóla á Akureyri. Þingsályktunartillögur voru lögðar fram málið í þrígang, en það var ekki fyrr en árið 1972 að Alþingi samþykkti loksins almennt orðaða þingsályktun
og hún hljómaði svo með leyfi forseta: sérstaklega skuli stefnt að því að Akureyri verði efld sem skólabær og miðstöð mennta og vísinda utan höfuðborgarinnar. Það minnir mann kannski pínulítið á fluggáttin í landið og svona ýmislegt, en þetta er ofta langir bardagar sem ég finnst svona fínt að minna okkur á sem að stöndum stundum í stappi, að þetta tekur oft ansi langan tíma og var þetta í fyrsta sinn þar sem kom þessi almennt orðaða þingsályktun. Það má til gamans geta að á þessum tíma þá voru Akureyringar 12.000 talsins og þá voru þeir litlu færri heldur en Reykvíkingar voru við stofnun Háskóla Íslands 60 árum fyrr. Á ráðstefnu háskólanám á Akureyri árið 1985 lýsti hins vegar rektor Háskóla Íslands yfir efasemdum sínum á þörf á námi hér á Akureyri eftir stúdentspróf og skrifstofustjóri í menntamálaráðuneytinu lagði til að fjölmiðla tækni yrði notuð til háskólakennslu norður yfir heiðar. Skólastjóra framhaldsskólana á Norðurlandi, fræðslustjóri og yfirlæknir á fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri lögðu hins vegar þunga áherslu á mikilvægi staðbundinnar háskólakennslu og lögðu ýmist til að háskóladeild, útibú frá HÍ eða sjálfstæður háskóli yrði settur á fót á Akureyri hið fyrsta. Ástæða þess að ég fer í að rifja þetta upp er vegna þess að það var stuðningur heimamanna og þeirra sýn sem skipti sköpum, sem að náði síðan hljómgrunni inn á Alþingi eftir áralanga baráttu og staðfasta sýn. Það var hugmyndi fólks að rökin með stofnun skólans að þá myndi fleira ungt fólk á Norðurlandi vilja sækja sér háskólamenntun, háskólafólk væri líklegt til að búa áfram á staðnum, finna sér vinnu við hæfi þar sem það hefði stundar nám. Góð þekking myndi leiða af sér gott mannlíf og efla atvinnulíf á Norðurlandi. Þessi hugmynd og grundvallar hugmyndafræði hefur kannski ekki mikið breyst í huga okkar allra. En sem sagt, úrvarð að Háskólinn á Akureyri var stofnaður árið 1987. Í sögulegu samhengi finnst mér allavega ágætt að minna okkur á að þetta er það leyti þegar viðskipta- og iðnaðarveldi Kaupfélags Eyfirðinga og Sambands íslenskra samvinnufélaga riðu til falls. Á næstu árum lögðust verksmiðjurekstur að mestu af á Akureyri en margvísleg þjónustustarfsemi óx að sama skapi. Síðan þá hefur íbúum hins vegar fjölgað í aft og þétt og má segja að nú hafi skapast borgarsamfélag sem styður við byggð á Norður- og Austurlandi. Þrátt fyrir að ýmsir háskólar, þar með talið Háskólann á Akureyri, hafi tekið til starfa löngu fyrr, þá er það ekki fyrir árið 1997 að heildarlöggjöf háskólastig var sett í fyrsta skiptið. Frá hruni þá hefur ítrekkað verið rætt sameiningu Háskóla Íslands og annarra háskóla á Íslandi, með það auðvitað augnamiði að spara. Sem betur hefur ekki af mikilli alvöru verið rætt sameiningu Háskólans á Akureyri við aðra skóla, en það kannski kann að vera að Norðlendingar sem lengi hafa barist fyrir sjálfstæðum skóla, bæði á vettvangi sveitarstjórna og landsmála, hafi þar áhrif. Það minnir okkur kannski hérna í bæjarstjórn á mikilvægi þess að við látum rödd okkar heyrast þegar kemur að málefnum skólans. Ég væntanlega ekki einum þá skoðun að telja uppbyggingu Háskólans á Akureyri vera eina mikilvægustu einstaka byggðaaðgerð allra tíma, hér á Íslandi, að minnsta kosti á Norðurlandi, svo ég hafi nú alla varnagla á því. En að sjálfsögðu veltum við fyrir okkur hver séu hinn raunverulegu svæðisbundnu áhrif háskóla og hvort og þó hvaða samfélagslega hlutverki skólinn gegnir. Hefur skólinn til dæmis eitthvað sérstakt hlutverk í menntun fólk sem hyggst lifa og starfa á landsbyggðunum? Á námi til dæmis sérstaklega taka mið af þeim þörfum sem að þar er að finna, á hún að kenna héraðslækningar, fjarlækningar, grunnskólakennslu milli skólastiga í fámennari skólum, leikskólakennara menntun í litlum samfélögum og svo framvegis. Þá veltum við í örugglega mörg fyrir okkur með hvaða hætti sveigjanlegt nám eða fjarnám hefur á byggðastöðu skólans. Í grænbókum hlutverk háskóla sem hér er til umræðu fjallaði hlutverk háskóla almennt og því sé þrískipt. Í fyrsta lagi kennsla, í annan stað rannsóknir og í þriðja stað samfélagslegt hlutverk. Ekkert er í rauninni fjallað þetta samfélagslega hlutverk í reglum fjárveitingar og það kemur fram í grænbókinni að það sé erfitt að finna leiðir til að meta framlag háskólana til samfélagsins. Þetta tel ég ákaflega miður. Ég tel einmitt mikilvægt að skilgreina sérstöðu og samfélagslegt hlutverk háskóla og þá ekki síst byggðarhlutverk, til dæmis Háskólans á Akureyri og fjármögnun taki tillit til þessa samfélagslega hlutverks.
Í grænbókinni kemur einnig fram að menntunarhlutfall háskóla snúist ekki einungis að einstaklingur sæki sér menntun. Og þarna bið ég ykkur að taka eftir því að mín upplifun á því að lesa grænbókina að við séum alltaf að tala Ísland sem eina einingu en aldrei ólíkar byggðir landsins. Þar kemur sem sagt fram að menntunarhlutverk háskólans snúi sem sagt ekki að því aðeins að einstaklingar sæki sér menntun, heldur einnig að samkeppnishæfni samfélags og hagkerfis og grunnþjónustu eins og heilbrigðisþjónustu og menntun barna. Þá flytji háskólar nýja þekkingu, aðferðir og tækni hingað til lands með samstarfi við aðra háskóla, menntun og rannsóknir. Enn fremur kemur fram að eitt meginhlutverk háskóla sé nýsköpun þekkingar. Fram kemur að ekki þurfa að hafa mörg orð mikilvægi vísindaiðkunar yfirleitt, enda segir framfarir í lífslíkum og lífsgæðum undanfarna öld þá sögu skýrt. Það sé eins og nauðsynlegt fyrir lítil samfélög að þau fylgist með og taki þátt í þekkingasköpun til að dragast ekki aftur úr og halda samkeppnishæfni og möguleikann og þátttöku í þróun. Í grænbókinni virðist þess að þunganmiðjan vera á höfuðborgarsvæðinu og talað Ísland sem eina heild í því samhengi og það auðvitað kannski skiljanlegt enda búa flestir þar. En með sama hætti mætti kannski horfa á samkeppnisstöðu og þarfir samfélaga þegar kemur að menntun utan höfuðborgarinnar. Í rauninni má segja að það áhugavert að bera saman byggðasjónarmið innanlands núna og upphaflegu rökin fyrir stofnun Háskóla Íslands. Stofnun Háskóla Íslands snýrist nefnilega einmitt ákveðið sjálfstæði að fólk þyrfti ekki að fara alla leiðina til Kaupmannahafnar eða annarra staða í heiminum til að sækja sér menntunar, heldur getur gert það í sínu nærumhverfi. Það hefði örugglega verið ódýrara að við hefðum öll farið til Köpen í nám. Þegar sú ákvörðun var tekin að Háskóli Íslands yrði stofnaður, þá voru íbúar í Reykjavík rétt undir 12.000 talsins. Á Akureyri búa rétt rúmlega 19.000 manns í dag og áhrifasvæði þess líklega 30.000. Ég tel að með sömu rökum og upphaflega var horft til stofnunar Háskóla Íslands með byggðaþróunartilliti eigi að skoða hlutverk háskóla á landsbyggðunum og líka á menntunarstigi ólíkra byggða. Það er komin tími til þess að Ísland ákveði að byggja upp aðra borg og að hún verði á Akureyri eða svokölluð second city. Í því samhengi hefur Háskólinn á Akureyri ákaflega mikilvægu hlutverki að gegna. Ekki þó aðeins nægjanlegt að skilgreina hlutverkið því einnig nauðsynlegt að skólinn hafi fjárhagslega burði til að sækja fram frekar en að einungis pakka í vörn, líkt og staðan virðist stundum vera í dag. Að sjálfsögðu ber þó að nefna að skólinn sjálfstæður og það er ekki ætlun mín með þessum orðum að draga úr því sjálfstæði, heldur einungis að efla mikilvægið og það að við eigum í samfélagslegu samtali hlutverkans. Einn mikilvægasti grunnur þess að hérna byggist upp öflugt borgarsamfélag í mínum huga að Háskólinn á Akureyri vaxi og dafni sem ein öflugasta stofnun svæðisins. Skólinn taki þátt í verkefnum samfélagsins, eigi samvinnu við atvinnulífið, námið verði fjölbreyttara og uppfylli þarfir fleiri en til þess sem þar stundar nám. Þá ekki síst karlmanna og þá væri nú gaman að sjá vísindagarða rísa við skólann. Í umsögn Akureyrarbæjar grænbók kemur ýmislegt fram sem ég vil einnig nefna. Í fyrsta lagi því að sjálfsögðu fagnað að grænbók fjárveitinga til Háskóla á Íslandi sé komið fram. Þá geymir grænbókin nokkrar grundvallarspurningar íslenskt háskólakerfi, þar með talið með hvað hætti stýra í aðgengi að háskólum. Aðgangsstýring algjör stefnubreyting í íslensku samfélagi, þó að raunin sé að inntökuskilyrði séu til staðar við Háskólann á Akureyri í dag. Verði það veruleikinn að takmarka í enn frekar aðgengi að Háskólanum á Akureyri verulega stefnubreytingar að ræða, þar sem grundvallarstefna síðustu 3 áratugi hefur verið að bæta og auka aðgangi að háskólanámi, sérstaklega fyrir fólk sem býr utan höfuðborgarsvæðisins. Það að mínu mati sorgleg þróun að þegar íbúar hér til að mynda komast ekki í gegnum klásus, líkt og var þessi áramót, þá var ekki einu sinni kostur að hefja annað háskólanám við Háskólann á Akureyri. Að sjálfsögðu ýtir þetta undir flutning fólks á svæðinu og það í mínum huga óásættanlegt. Vert að vekja athygli á mynd 10 í grænbókinni sem sýnir að árunum 2013 til 2017 fækkar nemendum í háskólakerfinu í heild sinni. Staðreyndir sem við verðum þó að hafa í huga á sama tíma hefur orðið fjölgun við Háskólann á Akureyri. Þetta gerist þrátt fyrir að skólinn hafi gripið til verulega hertra aðgangstakmarkana og með því að taka upp samkeppnispróf ásamt því að setja fjöldatakmarkanir á námsbrautum og velja nemendur. Þróun nemendafjölda við Háskólann á Akureyri því með allt öðrum hætti en þróun nemendafjölda í háskólakerfinu í heild sinni.
Þessi aukning hefði orðið mun meiri ef ekki hefði verið gripið til þeirra aðgerða sem Háskólinn á Akureyri hefur notað síðastliðin 3 ár og mun víst verða enn harðari haustið 2020. Þar sem fjárveitingar til skólans hafa ekki verið í samræmi við þá miklu fjölgun nemenda sem sækja þar nám. Samþykkta hlutfallið hefur farið úr 92% niður í 73% og það er því næstlægsta samþykkta hlutfall íslenskra háskóla. Auðvitað má einhverju leyti benda á að þessi þróun sé jákvæð því að það auki einfallega samkeppni á meðal nemenda námsplássin og þar með aukist gæði háskólanámsins. Þessi þróun hins vegar gengur algjörlega gegn upphaflegu hugmyndum stofnun Háskólans á Akureyri með það að markmiði að auka aðgengi að háskólanámi fyrir fólk sérstaklega utan höfuðborgarsvæðisins. 65% nemenda við Háskólann á Akureyri koma frá svæðum utan höfuðborgarinnar og stunda sitt nám frá heimabyggð. Ritrýndar rannsóknarniðurstöður rannsakenda við Háskólann á Akureyri hafa sýnt fram á að nemendur sem stunda nám úr sinni heimabyggð eru mun líklegri til að starfa þar áfram 5 árum eftir útskrift. Í þessu samhengi finnst mér áhugavert að nefna að áhrif einstakra háskóla á menntunarstig þjóðarinnar eða menntabil milli ólíkra landshluta hafa ekki verið metin með fullnægjandi hætti. Úr því þarf að bæta að mínu mati. Í grænbók er lögð fram aðgreining á háskólunum þannig að sumir verði rannsóknaháskólar en aðrir fagháskólar. Þetta er eitthvað sem ég tel að við þurfum líka að staldra við. Í fagháskólum er gert ráð fyrir hærra hlutfalli kennslu í starfi kennara sem mun þýða minni rannsóknastarfsemi. Ef Háskólinn á Akureyri yrði skilgreindur sem fagháskóli myndi það gerbreyta skipulagi skólans og hafa víðtæk áhrif á búsetu starfsmanna vegna sívaxandi fjölda háskólanema í sveigjanlegu fjarnámi. Slík breyting myndi hafa miklar afleiðingar fyrir Akureyrarbæ og því myndi ég telja að við ættum að leggja ríka áherslu á að Háskólinn á Akureyri verði skilgreindur sem rannsóknarháskóli komi til þess að slík skipting verði lögleidd. Mér langar líka að nefna í framtíðarsýn Háskólans á Akureyri til ársins 2023 kemur fram að það standi til að bjóða upp á tæknifræði og aukin áhersla verði lögð á umhverfis- og náttúruvísindi með sjálfbærni og gagnkvæma yfirfærslu þekkingar milli háskóla og samfélagsins að leiðarljósi. Í umsögn Akureyrarbæjar leggjum við mikla áherslu á að þessi framtíðarsýn raungerist og skólinn fái þann stuðning sem til þarf, bæði fjárhagslega og faglega. Þá kemur einnig fram að skipta öllu máli að tæknifræði sé í boði á landsbyggðinni í góðri samvinnu við atvinnulífið og aðra kennslustofnanir, jafnt íslenskar sem erlendar. Og þar er sérstaklega vitnað í að hér á svæðinu eru fyrirtæki sem hafa tekið forystu í nýsköpun í þekkingariðnaði. Með því að tengja það saman við háskólan og nám í tæknifræði, sjávarútvegsfræði, viðskiptafræði, skapast virði sem gerir það verkum að Háskólinn á Akureyri styrkist enn fremur sem akademísk stofnun en ekki síður stofnun sem þarf að fylgja eftir tækniþróun og þróun atvinnulífsins. Og þá er mikilvægt að huga því að bjóða upp á greinar sem að karlmenn sækja í. Enda eru mun fleiri konur en karlar sem útskrifast úr háskóla, sérstaklega á landsbyggðunum. Árið 2017 hafði ríflega helmingur kvenna á aldrinum 25 til 64 ára lokið háskólagráðu til samanburðar við 35% karlmanna. Hlutverk háskóla er skýrt og verður ekkit endilega bara mismunað eftir staðsetningu þeirra sérhæfingu. Hins vegar er nauðsynlegt að hafa ákveðna grunnfjármögnun lykilstarfsemi svo sem rannsókn og kennslu í samræmi milli allra háskóla og tryggja jafnræði og jafna samkeppnisgrundvöll þeirra. Því til viðbótar væri hægt að vera með samninga eða greiðslur fyrir þjónustu tengi sérstökum áherslum, sérhæfingu og samfélagslegri tengingu hvers háskóla. Það er ekki unnt að vera með fjölbreytt háskólakerfi með innri sérstöð og sérhæfingu nema tilkomi fjölbreyttar fjármögnunarleiðir. Eitt allsherjarreiknilíkan mun aldrei ná utan slíkt verkefni. Því er eðlilegt að reiknilíkanið nái til grunnþátta háskólastarfsemi fyrir alla háskóla. En önnur fjármögnun byggja á stefnu og markmiðum stjórnvalda á hverjum tíma. Ég vona við eigum góða umræðu hérna í dag grænbókina og ekki síður háskólanám og landsbyggðirnar. Áður en ég lýk máli mínu ætla ég að leggja til bókun sem er svo hljóðandi. Bæjarstjórn leggur áherslu á að tekið verið tillit til byggðasjónarmiða þegar háskólaumhverfi Íslands er til skoðunar. Þá ekki síst hvort ástæða sé til að taka stefnumarkandi ákvörðun að minnka bil menntunarstigs íbúa eftir landsvæðum. Fullyrða má að stofnun Háskólans á Akureyri hafi verið ein besta byggðaaðgerð sem farið hefur verið í. Mikilvægt er að hlúa vel að stofnuninni og hún sé fjármögnuð þannig að hún ná að sinna hlutverki sínu. Takk fyrir.
Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir loki máls sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það færa bæjarfulltrúa Hildu Jönu þakkir fyrir mjög ítarlegan inngang í þessu umræðu. Það liggur við að það sé bara nánast allt komið fram sem þarf yfir höfuð að ræða. Og hvert orð satt. Ég langar aðeins bara til þess að ítreka hérna nokkur atriði sem komur reyndar fram í máli þínu bæjarfulltrúi Hilda Jana. Í fyrsta lagi það sem kemur raun og veru fram í grænbókinu á blaðsíðu 5, með leyfi forseta. Hvatinn í núverandi kerfi er einsleitur og ýtir undir áherslu á magn frekar en gæði. Fjárveitingar til háskóla hafa ekki fylgt fjölgun nemenda, hugmyndir að skilgreina hámarksfjölda sem greitt væri fyrir hafa ekki gengið eftir og aukið fé ekki verið í takt við fjölgun nemenda. Háskóla hér á landi taka hátt hlutfall umsækjenda í samanburði við önnur ríki Evrópu. Við hagræðingu eða mikla fjölgun nemenda hefur verið farin svo leið að lækka verðflokka fremur en að takmarka aðgang. Útgjöld á hvern nemanda hafa verið lægri hér á landi en að jafnaði hjá ríkjum OECD frá árinu 2005. Huga þarf að því hvaða afleiðingar þetta gæti haft á gæði. Og reyndar að þess að rætt þarna við það hvernig eigi þá að fara að takmarka aðgang í háskóla. Því þetta er í raun graf alvarlegt mál vegna þess að eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Hildu Jönu, þá hefði nemendur hér fjölgað og umsóknir í háskólan, þeim hefði fjölgað 43% frá árinu 2017 til 2019 sem gríðar mikil fjölgun. Og því hefur verið slegið fram að miða við það að vera með 2500 nemendur í háskólanum þá þurfi, ef að það ætti að standa undir þessum skilgreiningum sem hann hafi verið að gefa sér, með 30 stöðugildi viðbót eða á bilinu 300 til 400 milljónir króna til að standa undir þessu. Þetta leiðir náttúrulega til þess að það ekki hægt að hleypa nemendum til dæmis sem í klásus, þar sem að ég geti tekið hjúkrunarfræðina sem dæmi, ég held að sé að koma inn einhverja 170 nemendur í klásus og einhverju 54 sem komast í gegn. Og það ekki af því að menn bara vilja losna við svona marga, heldur það vegna þess að það ekki til fjárveiting fyrir fleiri þjálfunarplássum og sjúkrahúsunum með heilbrigðisstofnunum sem gerir það verkum að þessi takmörkun þarna. Og það raun og veru grafalvarlegt mál þegar við erum komin að þessa stöðu að þessi nemar geta þá ekki flutt sig yfir í eitthvað annað og stunda hérna nám, heldur hverfa á braut eða þá hætta námi þar sem þeir eru staðsettir, því að það reyndar rétt að það gríðarlega örbreyting á háskólanum núna, sérstaklega Háskóla Íslands, hvað varðar hvað mikill fjöldi að stunda það sem við kallum sveigjanlegt nám eða nám úr heimabyggð. Og þar hafa til dæmis fræðslumiðstöðvarnar gegnt miklu hlutverki vegna þess að þar hafa verið útbúin svona setur fyrir nemendur til að koma saman. Og þetta leiðir að öllu líkindum frekar til þess að fólk sest frekar að í heimabyggð ef á annað borð eru störf til staðar. Þess vegna skiptir okkur líka máli, ekki bara það að verja stöðu háskólans eins og hann í dag, heldur líka hitt að ef við ætlum að fjölga námstækifærum eins og til dæmis í tæknigreinum sem væri nú alveg tilvalið vegna þess að við höfum ju þennan stóra og mikla verkmennta skóla hérna á framhaldsskólastigi, þá þarf viðbóta fjármagn til að koma því námi upp. Það gerist ekkert bara svona. Og það verður einhver bætt við háskólan í dag að greinum nema þá að komi til viðbóta fjármagn vegna þess að annars erum við þá að ræða það að fara að leggja niður einhver aðra greinar eða aðra deildir. Ég held að það sé nú ekki nokkur einasti vilji til þess eins og staðan í dag. Og við höfum líka verið að ræða möguleikana því að koma hér upp
læknanámi eins og í dreifbýlislækningum vegna þess að það vantar fólk út á örkina, lækna út á landsbyggðirnar og það er nú hluti af þeim lífsgæðum sem þurfa að vera til staðar. Það er öruggt aðgengi að heilsugæslu sem er fullnægjandi. Skólinn hér geti hugsanlega velt fyrir sér svona fjarlækningum sem dæmi, sem hluta þessu námi, sem er kannski nývídd. En þetta er allt atriði sem að þarf að hafa í huga ef menn ætla sér á annað borð að styrkja hér eitthvað nám. Svo er ein þversögn í þessu líka, sem bara verður að koma þetta fram. Nú er í margháttaðar aðgerðir í gangi af hálfu stjórnvalda og menntamálaráðuneytisins sem það að fjölga kennurum, menntuðum kennurum, vegna þess að meðalaldur kennara verða býsna hár og menn sjá fram á verulega endurnýjunar þörf á næstu árum. Er þá ekki bara sett fjármagn inn í háskólana til að fjölga þá kennaranum? En maður hefði haldið það, en það er bara alls ekki svo. Og þá spyr maður sig, hvað átti þá að gera? Átti þá að takmarka fjölda nemenda í viðskiptafræðina, iðjuþjálfunina, félagsfræðina eða sálfræðina eða hjúkrunarfræðina en frekar til þess að fjölga nemendum í kennarana. Kannski var það hugsun, ég veit ekki hvaða hugsun var hann í gangi. Þetta er bara dæmi eitthvað sem gengur ekki upp, bara gengur aldrei upp. Og það er alveg að hreina að þetta var mjög mikil og stór byggða ákvörðun að setja hér upp háskóla, skiptir okkur öll máli. Ég hefði þess vegna vilja sjá fleiri sveitafélög á landsbyggðinni og hérna á Norrlandi senda inn umsagnir þetta umsagnaranbók. Bara til að láta vita, þetta skiptið á máli. Og ef að minni sveitafélögin eru ekki tilbúin til að setjast niður og gefa sér tíma til að skrifa þessar umsagnir eða það þarf nú ekki að vera einn stór umsögn sem er send inn, þá veltir maður líka fyrir sig hversu sterk stjórnsýsla er, ef að þögnin er bara algjör. Bara smá pæling sem ég held við ættum að hafa í huga. En við sendum inn ítarlega umsögn sem ég var bara mjög sáttur við og ég held við verðum að halda vörð háskólan og halda vök okkar í því að berjast fyrir hann allstaðar þar sem við komum. Takk. Og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu og orðið er laust. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka bæjarfulltrúa Hildu Jönu kærlega fyrir fróðlegan og skemmtilegan inngang. Ef að ég hugsa tilbaka, ég er nú það ungur að ég rétt svo man þegar var verið að stofna háskólan á Akureyri á sínu tíma og ég tók aldrei neitt þátt í þeirri umræðu, ég bara skynjaði hana þannig að jújú, það var verið að biðja kennslu fyrir fólkið á svæðinu en undirtónninn var alltaf þetta er byggðaaðgerð, við viljum byggðaaðgerð, við viljum fá hingað umsvif og störf og svo framvegis. Og ég hugsaði þetta alltaf sem einhvers konar feimnismál að leggja þetta upp svona. Við værum eiginlega með einhverja frekju eða tilætlunarsemi eða ósanngirni gagnvart höfuðborginni. Þess vegna var ég mjög ánægður að heyra núna að þetta sé viðurkennt sem þríþætt hlutverk, kennsla, rannsóknir og svo samfélagslegt hlutverk. Og það þurfi ekkert að skammast sín fyrir að biðja uppbyggingu og kröftugan háskóla á þeim forsendum meðal annars. Og það eigum við að gera áfram. Takk. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu og orðið er laust. Það sem fleiri hafa ekki hvað sér slótt þessi geta samþykkt bókun sem bæjarfulltrúi Hilda Jana las upp í upphafi, gefur merki. Það eru 11. Þá er komið að skýrslu bæjarstjóri til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, bæjarfulltrúar. Þetta
heldur tíðindalitlar 2 vikur en þó ýmislegt sem var í gangi á þessum dögum. Nú 5. febrúar þá átti ég ásamt sviðsstjóra fjársýslusviðs fund með heilbrigðisráðherra þar sem við ræddum um öldrunarheimili Akureyrar og þá staðreynd að Akureyrarbær hefur greitt með rekstri þeirra 1,5 milljarð síðastliðin 5 ár og þá staðreynd ennfremur að Akureyrarbær ekki tilbúin til þess að halda áfram með rekstur öldrunarheimilana með því sniði eins og verið hefur. Þann 7. febrúar þá átti almannavarnanefnd Eyjafjarðar fund með lögreglustjóra og það sem meðal annars var farið yfir það almannavarnarástand sem skapaðist hér í Eyjafirði í desember á síðasta ári. Sama dag síðdegis þá ávarpaði ég gesti á opnunarkvöldi frönsku kvikmyndahátíðarinnar sem fór meðal annars fram í Borgarbíó en einnig voru kvikmyndir sýndar í Menntaskólanum á Akureyri og Amtsbókasafninu. 8. febrúar þá kom Ásmundur Einar Daðason, félags- og barnamálaráðherra hingað norður og skrifuðu við undir samkomulag styrk ráðuneytisins til Akureyrarbæjar til starfsemi virkisins. Það voru 3 milljónir króna og vil ég nýta tækifærið og þakka ráðuneytinu og ráðherra sérstaklega fyrir þann velvilja sem hann hefur sýnt þessu mikilvæga verkefni. Þennan sama dag var starfamessa grunnskólana í Háskólanum á Akureyri og þetta í 5. sinn sem grunnskólabörnum boðið upp á slíka kynningu og ég verð nú að segja að þetta var virkilega áhugavert og metnaðarfullt, svo ekki sé meira sagt, og gaman að sjá hversu mörg fyrirtæki og stofnanir tóku þátt. Nú, þennan dag ennfremur var óskaplega falleg stund í Listasafninu þar sem saman komu fyrstu heilavinir landsins en Akureyrarbær fyrsta sveitarfélagið á Íslandi til að hefja þá vegferð í átt að samfélagi sem vinveitt og meðvitað þarfir einstaklinga með heilabilun og aðstandendur þeirra. Meðal gesta voru Elísa Reid, forsetafrú, sem verndari Alzheimer samtakanna og Ásmundur Einar Daðason, félags- og barnamálaráðherra og lýstu þau yfir mikilli ánægju með verkefnið og lögðu áherslu á mikilvægi þess og að hlúa þeim sem minna mega sín. Ég vil þakka starfsfólki öldrunarheimila Akureyrar fyrir þeirra metnaðarfullu vinnu í samráði við Alzheimer samtökin við að þróa og innleiða þetta mikilvæga verkefni. Þann 13. febrúar þá heimsótti ég Þulu hugbúnaðarfyrirtæki sem staðsett í Glerárgötu en þeir voru að taka í notkun endurbætt húsnæði og buðu í móttöku af því tilefni. Nú 10. til 14. febrúar þá var kjördæmavika þingmanna og hitti ég þingmenn okkar kjördæmis og annarra kjördæma sem vildu kynna sér málefni sveitarfélagsins. En þetta einstakt tækifæri til þess að reyna að berja inn hagsmunamál okkar sveitarfélags og upplýsa þingmenn annarra kjördæma mikilvægi þjóðþrifaverkefna svo sem eins og uppbyggingu flugvallarins og annarra góðra verkefna. Nú 14. febrúar þá fékk ég í heimsókn í Ráðhúsið 22 hress börn af leikskólanum Kiðagili en þau voru að vinna verkefni bæinn sinn og vildu gjarnan fá að spyrja bæjarstjórann nokkra spurninga. Þann 17. febrúar var vinnufundur með bæjarstjórn og í morgun þá var fundur með fulltrúum frá Menningarfélagi Akureyrar og samfélagssviði þar sem við vorum að ræða fyrstu skrefin í samtali við ríkið menningarsamningin og svo var sviðsstjórafundur eins og alla aðra þriðjudaga og að þessu sinni þá var kynning á kjarasamningum. Meira hefur ekki verið gert. Takk fyrir. Það bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu. Eftirtalda fundargerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 31. janúar, 7. og 13. febrúar. Bæjarráð 7. og 13. febrúar. Frístundaráð 5. febrúar. Fræðsluráð 3. febrúar. Skipulagsráð 12. febrúar. Stjórn Akureyrarstofu 7. febrúar. Umhverfis- og mannvirkjaráð 7. febrúar og velferðarráð 5. febrúar. Þessar fundargerðir má allar finna á vefsíðu bæjarins og ég segi þá fundi slitið klukkan 18:20.
Takk fyrir góðan.